Málþingið hefur það að markmiði, kannski augljóslega, að varpa ljósi á ört vaxandi möguleika sem að felast í störfum sem eru óháð staðsetningu, en í byggðaáætlun þá eru sett fram markmið að 10% allra auglýstra starfa í ráðuneytum og stofnunum verði án staðsetningar árið 2024 og markmiðið væntanlega að dreifa opinberum störfum víðar landið en áður hefur verið. Ég hef reyndar heyrt að gangi ansi misjafnlega svona á milli ráðuneyta að innleiða þetta verklag en það er gaman að því að í dag verður með okkur Sigurður Ingi ráðherra en byggðaáætlunin heyrir einmitt undir hans ráðuneyti og ég veit að hann hefur töluvert mikinn áhuga á þessu markmiði. En á málþinginu þá ætlum við að ræða hvernig áætlun dreifingu opinberra starfa miðar og hvaða áhrif þróunin hafi á byggðamál, hver þessi reynsla sé hjá þeim sem hafa flutt störf á milli landshluta og hvernig aðstæður eru á okkar svæði til þess að taka á móti væntanlegum íbúum sem að vilja taka starfið með sér. Kórónuveirufaraldurinn hefur haft auðvitað töluvert áhrif á þessa umræðu og mögulega opnað augu margra fyrir þessum tækifærum sem felast í tækninni, en líka að hafa örugglega vaknað upp spurningar kosti þess og galla að vinna heima, sem og þeim verðmætum sem felast í því að tilheyra vinnustað. Í kjölfari hef ég meðal annars heyrt töluvert umræður möguleika á uppbyggingu skrifstofu klasa á landsbyggðunum sem gætu hentað í einhverjum tilfellum. En ég að minnsta kosti hlakka til umræðuna hérna í dag og ætla bara að færa fundastjóranum, henni Erlu Björg Guðmundsdóttur, mannauðsstjóra Norðurorku, stjórn fundarins og hlakka til að heyra það sem fram hér fer. Kærar þakkir, Hilda Jana. Verið öll hjartanlega velkomin til þessa málþings. Ég hlakka ekki síður til en Hilda. Þessi umræða er eins og við vitum öll sem hér erum samankomin gríðarlega mikilvæg og áhugaverð. Mér langar áður en við byrjum að fara yfir bara nokkra praktíska punkta. Það gleður mig að sjá hversu margir eru í mynd. Mér langaði mig til þess að hvetja þátttakendur til þess að hafa kveikt á myndavélinni en á sama tíma slökkt á míkrafóninum. Og mig langar líka til þess að benda ykkur á að við viljum mjög gjarnan að þið séu merkt með nafnin ykkar. Mér sýnist raunar bara meir og minna allir vera það. Ef þið farið með músabendilinn, þið setjið hann yfir nafnið ykkar, það sem þið sjáið ykkur á skjánum, hægri smellið og þá getið þið breytt nafninu og það væri gaman að hafa nafnið ykkar og svo mögulega stofnunina eða fyrirtæki sem að þið eruð frá eða fulltrúar fyrir, ef að það á við. Nú, við skulum endilega, þrátt fyrir að við vonum að við verðum mörg, ég segi að þáttakendur í augnablikinu eru 100, þá skulum við samt reyna að hafa þetta lifandi vettvang, við skulum reyna að hafa þetta spjall og mig langar til þess að bjóða ykkur að setja spurningar inn í spjallboxið eða tjattið. Orðið verður svo gefið laust í lokin, en fram að því þá í rauninni þá er tjattið vettvangurinn til þess að koma einhverju á framfæri. Það er ástæða til að nefna það að auðvitað á tæknitímum þá er þetta þing tekið upp og upptaka verður svo gerð aðgengilega á vefsíðum SSN og akureyri.is. Ég vona sannarlega að þið séu öll búin að borða vel og fara á klósett því að dagskráin verður þétt og hún er líka sannarlega fjölbreytt. Fyrst flytur hæstvirtur ráðherra ávarp og svo fáum við 2 stutt erindi og að þeim loknum þá ætlum við að opna spjallborð þar sem að 4 reynsluboltar skiptast á skoðunum og miðla af reynslu sinni. Eftir spjallborð þá verða svo flutt 2 erindi til viðbótar og að því loknu opnum við fyrir almennar umræður eins og fyrr segir og bjóðum upp á handauppréttingar þar sem að orði verður gefið laust og þáttakendum gefið kostur á að kveða sér hljóðs. En þá held ég að sé bara ekki eftir neina bíða og ég vil bjóða Sigurð Inga Jóhannsson, hæstvirtan ráðherra sveitarstjórnarmála, velkomin í hljóð og mynd. Gjörðu svo vel, Sigurður. Já, takk fyrir það, Erla Björg, og komið sæl, kæru fundargestir.
Og ég vil nú byrja á því að þakka fyrir þetta málþing. Það er mikilvægt að við ræðum atvinnumál, ekki síst við þær aðstæður sem við búum við núna og einnig vegna þess að tækniþróunin hefur sannarlega fært aukið líf í byggðir allt land. Já, tæknin er til og ljósleiðaratengingin sterk allt land. Áhugan og ákafan kannski hefur skort innan kerfisins sjálfs, en eins og margir vita og finna og vita að þá finnum maður það að heimsfaraldurinn hefur opnað augu mjög margra, jafnvel flestra, fyrir því að það að vinnustaðurinn getur verið víða, jafnvel allstaðar. En förum aðeins yfir stöðuna. Störf án staðsetningar eru aðgerð sem finna má bæði í ríkisstjórnarsáttmálanum og í byggðaáætlun. Og í ríkisstjórnarsáttmálanum undir kaflanum byggðamál segir: ráðuneytum og stofnunum verður falið að skilgreina störf og auglýsa þau án staðsetningar eins og kostur er. Og í byggðaáætlun er þetta síðan sérstök aðgerð sem hefur það markmið, eins og þar segir, að 10% allra auglýstra starfa í ráðuneytum og stofnunum þeirra verði án staðsetningar árið 2024, þannig að búseta hafi ekki áhrif við val á starfsfólki í ráðuneytum. Það þýðir á mannamáli að hæfasti umsækjandinn er ráðinn og skiptir ekki máli hvort viðkomandi býr til að mynda á Kópaskeri eða í Kópavogi. Verði starfsmaður ráðinn sem býr utan daglegrar vinnusóknar frá viðkomandi ráðuneyti eða stofnun, leitist vinnuveitandi við að finna viðunandi starfsaðstöðu nærri heimili. Og það virðist ekki vera vandamál. Að beiðni ráðuneytisins hefur Byggðastofnun tekið saman upplýsingar mögulegt húsnæði fyrir störf án staðsetningar, sett á myndrænt form á korti og ég þykist vita að Laufey Kristín frá Byggðastofnun muni segja ykkur frá því hér á eftir. Árið 2019 skipaði ríkisstjórnin verkefnishóp með fulltrúum allra ráðuneyta til að annast framkvæmd verkefnisins og tryggja að þau markmið sem að stefnt náist. Verkefnisstjórn er í höndum fulltrúa forsætisráðuneytis, fjármála- og efnahagsráðuneytis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis. Og í febrúar í fyrra, hið fræga ár 2020, óskaði hópurinn eftir upplýsingum frá öllum ráðuneytum og stofnunum þeirra á höfuðborgarsvæðinu heildarfjölda starfa og að meta þar af fjölda starfa sem gætu verið án tilgreindrar staðsetningar. 100 stofnanir af 122 skiluðu greiningu og voru niðurstöðurnar kynntar í ríkisstjórn fyrr í þessum mánuði. Þar kemur fram að mögulegt er að auglýsa allt að 890 störf án staðsetningar eða 13% stöðugilda þeirra stofnana sem svöruðu. Hlutfallið var mismunandi eftir ráðuneytum, hæst hjá umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 38% og lægst hjá dómsmálaráðuneytinu eða 2%. Og ég man eftir að umhverfisstofnun var held ég bara yfir 95%. Og svo voru til stofnanir sem að menn töldu að jafnvel 0% eða 2% væru 3% væri hægt að hafa sem störf á staðsetningar. En hafa ber í huga að könnunin var send út áður en áhrif heimsfaraldursins var farið að gæta og þann lærdóm sem við höfum dregið af því. Greining stofnananna gæti því verið önnur í dag og ég fullyrði að hún hlyti að vera önnur í dag og þá í þá átt að enn fleiri störf mætti auglýsa án staðsetningar. Nú er unnið að skýrslu verkefnið sem mun greina frá núverandi stöðu, næstu skrefum og leiðbeiningum það hvað stjórnendur og starfsfólk þurfa að hafa í huga til þess að vel takist til. Og þar verður meðal annars fjallað húsnæðismál í samstarfi við Byggðastofnun sem og stjórnunarlega og félagslega þætti. Störf án staðsetningar er mjög skýr aðgerð og henni fylgja skýrir mælikvarðar. Þannig segir í byggðaáætlun að fyrir lok þessa árs 2021 skuli 5% auglýstra starfa vera án staðsetningar. Og í árslok 2024 skuli þessi markmiði með 10% auglýstra starfa vera án staðsetningar. En eins og Hilda Jana kom inn á þá gerist þetta ekki af sjálfu sér. Ríkið þarf að leggja skýrar línur. Segja má að COVID hafi sýnt bæði stjórnendum og starfsmönnum að búseta skiptir ekki öllu máli með tillit til starfa í mjög mörgum tilfellum.
Og yfirskriftin á þessu málþingi, fólk færi störf, kjarnar þetta atriði kannski. Það nefnilega ekki nóg að línur séu skýrar og að hugarfar stjórnanda sé rétt. Það á endanum fólki sjálft, Jón og Gunnar, sem kjósa að búa á landsbyggðinni sem skipta mestu máli. Ef þau eru búsett á landsbyggðinni, þá geta þau sem sagt sótt þau störf sem áður var eingöngu hægt að sinna á höfuðborgarsvæðinu. Ef þau eru búsett á höfuðborgarsvæðinu og eru í störfum sem gætu verið unnin án staðsetningar, þá geta þau flutt störfin með sér á þann stað sem þau kjósa að búa á. Ég veit að þetta hljómar eins og þetta sé ekkert mál. Og ég held í rauninni að þetta sé ekkert mál. Það þarf bara að framkvæma það. Ég man eftir því að hafa fyrir nokkru lesið grein mannauðsmál fyrirtækja þar sem rætt var í forstjóra veitingasölukeðju í Bretlandi. Það hafði vakið mikla athygli hvað viðhorf og framkoma starfsmannakeðjunnar var jákvæð og starfsmenn hefðu hærri starfsaldur en í sambærilegum keðjum. Forstjórinn var spurður hvað olli þessu, hvernig stefna fyrirtækisins í mannauðsmálum væri frábrugðin öðrum. Hann sagði að stefna væri nú frekar einföld. Þau legðu sig fram að ráða hamingjusamt fólk til starfa. Ég nefni þetta hér og nú af því að ég held að störf án staðsetningar snúist ekki aðeins byggðamál og ekki aðeins það að ráða þann hæfasta burt séð frá búsetu, heldur ekki síst það að fólk geti valið sér búsetu óháð starfi á stað þar sem því líður vel og í umhverfi sem gerir það hamingjusamt. Ég þakka fyrir tækifæri til að segja hér nokkur orð málefni sem mér mjög hugleikið og vona svo sannarlega að okkur takist að nýta viðhorfsbreytinguna sem heimsfaraldurinn hefur fært okkur til að stíga stór og örugg skref í átt til starfa án staðsetningar. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta áhugaverða erindi. Ég sé að það komin fyrirspurnir reyndar ekki til ráðherra en það virðist vera sem einhverju komist ekki inn á fundinn, mögulega vegna 100 manna hámarks á Zoom og ég bið okkar góða tæknifólk að skoða til hvaða ráða má grípa með það. Ég vil jafnframt hvetja þá sem eru nú þegar á fundinum til þess að henda inn fyrirspurn til ráðherra því að við höfum tíma í það. Ég hjó eftir því, Sigurður Ingi, að þú nefndir að áhugan hefði skort og ákefðina. Þá svona velti maður aðeins fyrir sér hvernig getum við unnið með það og af hverju það? Það af því að við erum svo fá á landsbyggðunum? Þetta landsbyggðamál fyrst og fremst en ekki höfuðborgar? Ég held, ég má bara svara strax, þá þetta bara þannig, held ég, að þegar við erum að leggja stað og við erum að tala þetta hér í ráðuneytinu og það kom nú upp hér möguleiki á að gera eitthvað slíkt, þá var þetta ákveður þröskuldur sem stjórnendur þurftu að fara yfir. Að fara úr þessu hefðbundna mati á því að fylgjast með störfum starfsmanns, hvort sem það nú stimpilklukka eða daglegir fundir í 5 mínútur inn á einhverju skrifstofu og að komast í það að fara að meta afköst og gæði alveg óháð því hvar viðkomandi staðsettur. Það eitt. Annað að ég held líka að eins og ég nefndi að fólk sem býr út á landi, það þarf auðvitað bara að sýna þessu raunverulegan áhuga og metnað, sýna ákafan að vilja sækja sér þessi störf. En það alveg klárt að svona viðhorf stjórnanda, og það kemur ágætlega fram í þessari greiningu sem byrjar sem sagt fyrir COVID og fyrir þessa reynslu, að þegar þú ferð að bera saman einstaka stofnanir sem hafa verið í þessu lengi, tökum umhverfisstofnun sem hefur haft áður fyrir bæði starfsstöð á Akureyri og Egilsstöðum og voru löngu komnir í þetta hugarfar, að þá meta þeir
eða stjórnendurnir þar að það sé bara forstjórinn og húsvörðurinn liggur við sem þurfi að vera á aðalstöðunum. Öll önnur störf séu í raun störf án staðsetningar. Svo tekurðu aðra stofnun, og ég ætla ekki að nefna neina, sem að augljóslega hefur það einhvern veginn verkefni að sitja fyrir framan tölvu og eiga sín samskipti mest í gegnum það. Og þar er niðurstaðan að 1, 2 eða 3% starfa hjá jafnvel jafn stórri stofnun eru störf án staðsetningar. Það er viðhorf í huga stjórnandans. Já. Það er að breytast. En á meðan að kannski meginþorrinn var ekki með hugarfar, ef að segja forstjóra umhverfisstofnunar, þá er engin ákafi og þá er heldur ekki hefð innan þeirra stofnunar að þeir starfsmenn sem koma þar inn og hitta starfsmenn geti átt sér þann draum að þeir sjá fyrirmynd að þetta sé hægt. Já. Þannig að ég held að það sem þið ætla að gera í dag, að taka eitthvað spjallborð af þeim sem hafa prófað þetta, ég held að það sé sterkasta vopnið í að búa til ákafan. Gott að heyra, takk fyrir það. Það kom hérna líka spurning ef að einhver sækir starf án staðsetningar sem býr til að mynda á höfuðborgarsvæðinu en hefur áhuga á því að flytja út á land. Væri það í boði? Hérna er komin á hápólitíska spurningu. Sko, það er held ég það sem einmitt þarf að gera og það var það sem ég var að vísa til með þessari sögu af veitingakeðjunni. Sko. Ef við ætlum að leyfa þess að vera þannig að fólk velur sér búsetu, það sem þið líður best, að þá hlýtur fólk sem er á höfuðborgarsvæðinu og er að flytja út á land að geta alveg sótt slík störf. En hugmyndin er hins vegar að færa starfið frá einhverjum hefðbundnum skrifstofum hér í miðborg Reykjavíkur, fyrst og fremst, út til annarra svæða. Akkúrat. Þú nefndir að líka að viðhorf hefði verið svona helsta hindrunin og þú sagðir að skýrslan hefði verið unnin fyrir COVID. Hefur einhverja hugmynd eða myndir þú þora að giska á eitthvað að hve miklu leyti COVID eða bara reynslan sem við höfum öðlast með góðu og illu undanfarna mánuði muni eða hafi breytt þessu? Sko, mitt mat er að þegar út úr þessu öllu saman komi að 13% starfa að mati ráðuneyta og stofnana séu störf án staðsetningar og við vorum með fyrirfram markmið 10%, þá er það sannarleg vonbrigði að viðhorfin séu svona lág. Það sé bara 13. Samt 980 störf séu þið. Þannig að ég er algjörlega sannfærður í mínum huga að setjist menn yfir þetta núna að þá myndi frekar talan vera í nálægt þessum sem eru í 80-90%. Já. Auðvitað er einhver störf og einhverja stofnanir þannig að þær geti það einfaldlega ekki, en það eiga að vera undantekningar en ekki regla. Akkúrat. Það er mjög áhugavert að sjá hvernig þessu vindur fram. Hún Unnur nefnir að stjórnsýslan og þjóðfélagið í raun í heild hafi bara fungerað fínt á netinu í kófinu. Hún spyr hvort sé verið að tryggja innan stjórnsýslunar að slíkt haldi áfram eða menn vinni áfram á svipuðum nótum eftir kófið. Tryggja er stórt orð. Já. Ekki að lofa það. Vinna af er kannski betra orðalag. Ég er alveg sannfærður að og við bara upplifum það nú þegar að við sjáum alveg tæki í því að halda svona fundi afmörkuð efni þar sem að við erum að spara okkur ferðalög hvort sem er hér innanlands eða erlendis og ná bara saman stuttu samtali afmarkað efni að slíkir fundir eru held ég komin til að vera sem valkostur við einhverju slíku ferðum. Við þekkjum það að við höfum verið að fara jafnvel í langar ferðir og erindið síðan að halda kannski 5 mínútna ræðu og þá verður maður að fara að spyrja sig, er það skynsamlegt? Ekki síst á tímum loftslagsmála þegar við erum búin að sýna fram á það er hægt að ná öðru fram. En gleymum ekki að það kemur auðvitað ekkert í staðinn fyrir mannleg samskipti því að
við verðum líka að hafa þau með því annars getum við aldrei tekið upp símann og hringt í einhvern sem við þekkjum því að við þekkjum bara andlitið á honum á skjá. Það er hárrétt og mjög áhugaverð pæling einmitt. Hvenær verðum við kannski bara orðin þar að við getum ekki þetta maður á mann. Hvað sagði ekki saga í áramótasköpunu? Ég var einu sinni ofsalega félagsfær. Já, Ein endurunnin hugmynd frá sirka 2000 þegar atvinnuþróunarfélögin voru með hugmynd forsetaverðlaun til þeirra stofnana sem eru leiðtogar í að hanna þjónustu sína með störfum án staðsetningar, segir Hólmar Svansson hjá Háskólanum á Akureyri. Við sjáum núna athyglina sem félag bókagerðarmanna hefur fyrir sínum verðlaunum, sínum stjórnendum stofnana sambærilegar viðurkenningar. Já, bara góð hugmynd. Er það ekki? Tala nú ekki ef hún er endurunnin. Já, endurvinnsla er Og er búið að hugsa hann í 20 ár væntanlega. Það hlýtur að vera að lágmarki það. Og Hilda Jenna bætir svo við í samhengi við það sem hún nefndir áðan að gott væri að hafa varanlegar heimildir til fjarfunda á sveitarstjórnarstiginu. Já, ég mælti bara einmitt fyrir því frumvarpi í fyrradag. Auðvitað. Það er allt að gerast. Og ég sé að Hilda brosir breitt á skjánum. Hún getur þá sett check í það box. Það var reyndar ýmislegt fleira í því frumvarpi sem það er ekki víst að allir séu jafn glaðir. Nei, viltu fara yfir það á þessum vettvangi? Nú, ef svo er ekki og ég get ekki séð hérna í spjallboxi að það sé margt fleira sem að brennur á málþingsgestum, þá held ég bara að við þökkum kærlega fyrir þitt innlegg og góða erindi. Og næst bjóðum við velkomna Laufeyju Kristínu Skúladóttur. Hún starfar sem sérfræðingur á þróunarsviði Byggðastofnunar, hefur áður starfað sem markaðs- og sölustjóri hjá Fisk Seafood og sem verkefnastjóri hjá Sveitarfélaginu Skagafirði og Samtökum sveitarfélaga á Norðurlandi vestra. Og Laufey hefur komið að vinnu við að kortleggja mögulegar starfsstöðvar fyrir störf án staðsetningar á landinu og hún mun nú miðla af reynslu sinni í því. Og mig langar einmitt að hvetja ykkur, þið þurfum ekkert að bíða þangað til Laufey búin með að henda inn spurningum sem kvikna á meðan af því að það er svo lítil truflun í hljóði. Við getum bara lesið þetta svo þegar kemur að henni að svara fyrirspurnum. Gjörðu svo vel, Laufey Kristín. Mér langar bara eins og áðan að hrósa og þakka fyrir þetta málþing. Þetta er mjög skemmtilegt að fá að vera með ykkur í dag og ég náttúrulega þakka fyrir tækifærið á að tala bæði fyrir mína hönd og fyrir hönd stofnunarinnar. Eins og ráðherrann sagði áðan að þá er mikill vilji fyrir því að allt landið sé í blómlegri byggð og einhugur meðal ráðamanna það samkvæmt þessum samkvæmt ríkisstjórnarsáttmálanum og bara orðræðu ráðherranna í dag. Við vitum öll að hið opinbera er umfangsmikið á atvinnumarkaði og dreifing starfa hins opinbera er ekki náttúrulögmál og það er ekki heldur náttúrulögmál að flest opinber starfa séu á höfuðborgarsvæðinu. Og þetta er allt saman mannanna verk og það þarf pólitískar áherslur og ákvarðanir til að breyta þessu núverandi fyrirkomulagi sem við búum við. Bæði Hilda Jenna og Sigurður Ingi ræddu þessa aðgerð á byggðaáætlun sem heitir B7 og það er búið að fara yfir það að þetta eru náttúrulega mjög skýr og mælanleg og tímasett markmið sem eru þarna sett fram. Og fyrsta áfanganum á að nást fyrir lok þessa árs að þá eiga 5% af auglýstum störfum að vera án staðsetningar og svo 10% fyrir árslok 2024. Nú vinnan er þegar hafin eins og ráðherra fór yfir áðan við að ráðuneyti og stofnanir eru að skilgreina störf sem geta verið án staðsetningar og það er vert að benda á það að þessi störf án staðsetningar, það er miðað við það að starfsmaðurinn vinni á viðunandi starfsstöð nærri heimili. Þannig að það er ekki gert ráð fyrir því að við séum að endurtaka hér COVID ástandið í náttúrunum heima hjá okkur við eldhúsborðið heldur er miðað við það að viðkomandi starfsmenn
séu inn á öðrum vinnustað og starfsstöð þar sem að það sé svona þessum félagslegu þáttum sé sinnt og sé svona kannski einhver skil á milli heimilis og einkalífs. Við vitum nú að fólk færi störf í allar áttir en mér finnst vert að benda á það að þetta er náttúrulega aðgerð í byggðaáætlun og þannig að þetta hlýtur að vera horft á þetta sem byggðaaðgerð að efla starfsemi og umsvif ríkisins og hins opinbera á atvinnumarkaði á landsbyggðunum. En af hverju fór þessi aðgerð inn á byggðaáætlunina? Við hjá Byggðastofnun höfum tekið saman í raun og veru umfang opinberra starfa frá árinu 2014 og tölurnar sem að við sjáum eru mjög sambærilegar því sem að voru strax í upphafi 2014. Þetta er nýjasta útgáfan okkar og hlutfalli er sirka svona að 64% landsmanna búa á höfuðborgarsvæðinu og þar eru 71% starfana og stöðugildana og það hefur raun og veru haldist nokkuð óbreytt síðan 2014. Þannig að það er ljóst að þunginn í umsvifum ríkisins er á höfuðborgarsvæðinu og það hafa náttúrulega verið uppi ákall fjölbreyttari atvinnutækifæri á landsbyggðunum og vegna umsvifa ríkisins og umfangs þess á atvinnumarkaði þá náttúrulega er gerð krafa að ríkið komi stigi inn í atvinnumálin með sterkari hætti. Og það er alveg ljóst að til að landið haldist allt í blómlegri byggð eins og opinberar stefnur segja til að þá þurfa að vera til staðar störf fyrir ungt og menntað fólk. Ráðherra fór nú yfir það áðan hvernig vinnan við þetta verkefni, hvernig henni hefur verið háttað. Það var skipaður verkefnahópur í júní 2019 með fulltrúum allra ráðuneyta en undir forystu forsætis-, fjármála- og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins. Í febrúar á síðasta ári þá var hackathon háskólanema tillöguna þar sem að markmiðið var að komast að því hvernig væri hægt að búa svo að ákjósanlegt væri fyrir ungt og menntað fólk að búa og starfa á landsbyggðinni. Nú, það teymi sem vann þessa keppni fyrir bestu úrlausnina var liðið Byggðafjarðarvinnslan en þau bjuggu til þjálfunaráætlun fyrir opinberar stofnanir og ráðuneyti það hvernig eigi að hafa starfsfólk án staðsetningar og ég held að stjórnendur stofnana hafi nú aldeilis fengið eldskírn í stýringu og trausti starfsmanna sinna fyrir starfsmennina í þessu COVID-tímabili sem að hefur núna verið. Nú í febrúar sendi líka þessi verkefnastjórn út sniðumátt til opinberra stofnana á höfuðborgarsvæðinu og ráðuneyta að greina þessi störf sem var skilað inn núna í desember. Í desember birtum við líka einnig hjá Byggðastofnun upplýsingar á heimasíðunni okkar mögulegt húsnæði fyrir störf án staðsetningar því eins og áður sagði að þá er ekki gert ráð fyrir að við setjum í náttúrunum við eldhúsborðið heima hjá okkur heldur ætlum við að vinna þetta á starfsstöð þar sem við hittum mannafólk og eigum skemmtilegt kaffistofu spjall og höfum okkar vinnustað og ég ætla að fara og kynna kortið betur hér á eftir. En svo núna í febrúar stendur til að gera breytingar á starfatorginu þannig að verði sérstaklega hægt að leita eftir störfum án staðsetninga og það er vissulega rétt sem Hilda Jana kom inn á áðan að þetta hefur farið hægt af stað en einhver sagði mjór er mikils vísir og við treystum á að það verði svoleiðis. Þetta er sem sagt þessi kortlagning sem að við hjá Byggðastofnun í samstarfi við landshlutasamtökin fórum í núna síðastliðið haust. Þetta er ekki tæmandi listi sem er þarna og á þessu korti sem eins og áður sagði er hægt að finna á heimasíðunni hjá okkur eru 83 staðir sem hægt er að taka við fólki og raun og veru leynast þarna yfir 100 starfsstöðvar fyrir einstaklinga til að sitja á. Þetta kort er gagnvirkt og það er hægt að skruna inn og út og það er hægt að smella á þessa rauðu díla og fá inn nánari upplýsingar í raun og veru starfsstöðuna, tengilið og annað.
eins og þið sjáu þá þetta náttúrulega, þá dreifast þessir punktar allt land. Og þá má því þessuna alveg með sanni segja að landsbyggðirnar eru nú þegar mjög vel í stakk búnar til að taka á móti þeim störfum á vegum ríkisins og stofnana þeirra. Við náttúrulega viljum hvetja ykkur til þess að kíkja á þetta kort og allir sem eru áhugasamir og skoða það og áætlunin og planið að halda þessu korti lifandi, bæta og breyta og eins og mögulegt þannig að þetta nýtist nú sem flestum og verði góður banki fyrir okkur öll til þess að skoða og við að sjálfsögðu tökum fagnandi á móti öllum þeim ábendingum sem að þið hafið um kortið og hvað má betur fara. Nú en eins og áður sagði þá hefur verkefni farið hægt af stað og þannig að þá má náttúrulega spyrja sig hvað þarf til að ná þessu verkefni á flug því að það ljóst að við öll höfum mikla trú á þessu og COVID hefur náttúrulega kennt okkur það að það þarf ekki endilega að sitja í sama herbyggi til að vinna saman. Og það held ég hafi líka kennt stjórnendum að þú þarft ekki endilega að sjá starfsmanninn þinn til þess að vita að hann sé að vinna vinnuna sína. En hvað getum við þá sagt um þetta? Við þurfum að einhverju leyti breytt hugafar. Ég held við séum komin hálfa leiðina með það. Við þurfum hugrekki og við þurfum náttúrulega að hafa dug og þor til þess og vilja til þess að fara með þetta alla leið og við þurfum aðgerðir og við þurfum samstilltar aðgerðir stjórnmálamanna, stjórnkerfisins, stjórnenda, stofnana og ráðuneytana og ekki síst almennings til þess að þessi aðgerð okkar á byggðaáætlun heppnist vel. Og ég vil náttúrulega nota tækifærið og hvetja alla sem að raun og veru að leggjast á árarnar með okkur, að tala við, að sækja þessi störf, þó þessu kannski ekki endilega auglýst án staðsetningar, en þá má alltaf allavega taka umræðuna það og þeir sem eru staðsettir í Reykjavík eða annar staðar og vilja komast út á land og líður betur þar, hugsanlega hamingjusamara eins og ráðherrann fór yfir áðan, einhvers staðar í meira róanæði, að þá að sjálfsögðu má taka það samtal og ég held að ef við hjálpumst öll að þá verður þessi aðgerð ein af þeim best heppnuðu á byggðaáætlun. Ég vil trúa því. En annars segi ég bara takk fyrir mig og hlakka til að fylgjast áfram með þessu málþingi. Takk. Kærar þakkir Laufey Kristín fyrir þetta mjög svo áhugaverða erindi og byggðafjarðarvinnslan, það var gaman að heyra því og ég myndi velti fyrir mér að því að ráðherra nefndi að það eru útbúnar leiðbeiningar. Tengist þetta tvennt? Verður byggt á, eru leiðbeiningarnir, grunnurinn úr þessu verkefni? Já, við verðum að vona það. Þetta verkefni verður allavega innblástur inn í þetta og ég held að einmitt að eins og ráðherrann sagði að þetta snýst náttúrulega ofsalega mikið um hugafar og við þurfum að setja okkur inn í þetta hugafar og þeir sem að komast ekki þarna, þeir náttúrulega þurfa kannski þá bara að fá leiðbeiningarnar einmitt og brýninguna til að taka verkefni áfram. Algjörlega. Kærar þakkir aftur og ég minni á að það má beina spurningum til Laufeyjar í gegnum spjallboxið. En það ekkert slíkt sem að liggur fyrir og þá bara höldum við áfram. Ég vil nota tækifærið og bjóða hjartanlega velkomna þá gesti sem að hafa bæst við og bara biðst afsökunar fyrir hönd okkar skipuleggjenda á þessari yfirsjón varðandi fjöldatakmarkanir. En við erum 119 á fundinum og það vel. Þá komið að Ingibjörgu Sigrúnu Stefánsdóttur sem hefur sinnt starfi sviðsstjóra mannauðs hjá Eflu síðan í byrjun nóvember. Hún starfaði áður hjá Þjóðskrá Íslands og Fjármálaeftirlitinu. Eitt af hlutverkum Ingibjargar að byggja upp afburðamannauð Eflu, hvorki meira né minna, og gera það með sérstaka áherslu á teymishugsun og teymisvirkni sem talið að geti nýst vel í að auka árangur. En Efla hefur nýverið lokið við mótun nýrrar framtíðarsýnar sinnar sem styður vel við þau áform að bjóða starfsfólki í auknum mæli upp á störf án staðsetningar og verður afar spennandi og áhugavert að heyra af því. Gjörðu svo vel, Ingibjörg Sigrún.
Kærar þakkir og komið öll sem sæl og takk fyrir að bjóða mér að taka þátt í þessu málþingi það mér finnst þetta málefni vera mjög spennandi. Ég ætla að fá að deila með ykkur hérna skjá og sýna ykkur nokkrar glærur sem ég er búin að búa til. Og það er líka bara gaman að segja frá því að venjulega þá er ég með starfsaðstöðu á höfuðborgarsvæðinu í Reykjavík en nú er ég stödd á Ísafirði og er að fara gönguskíðanámskeið á eftir. Þannig að þú veist, það er ekkert sem að kemur veg fyrir það að maður geti tekið þátt í verkefni sem þetta nú til dags sem bara mjög spennandi. Mig langar til að byrja því að segja ykkur östuð bara frá Eflu og áherslum fyrirtækisins og hvernig þær styðja þessi áform að starfsfólk getur störfarinninni án staðsetningar og flutt störfin með sér. Það skiptir máli sem heildar samhengi. En Efla er leiðandi þekkingarfyrirtæki sem veitir fjölbreytta þjónustu á öllum helstu sviðum verkfræði, tækni og tengdum greinum. Fyrirtæki varð til árið 2008 þegar það sameinaðist 4 öðrum fyrirtækjum. Hefur vaxið mjög mikið, starfsmannafjöldinn hefur aukist mjög mikið eða tvöfaldast á þessum tíma. Á í grunninn sögu 40 ára eftir tímann og við störfum í samruni við þessar 4 vottanir. Efla byggir á þessum 4 markaðssviðum, við erum með byggingar, iðnað, orku og samfélag og á hverju markaðssviði þá er unnið í svokölluðum fag- og verkefnateymum og við leggjum mjög mikla áherslu á teymisvirkni og teymishugsun. Og þá hefur starfsfólkið aukinn möguleika á því að vinna í fjölbreyttari verkefnum í minni teymum óháð því hvar er staðsett á landinu eða hvað gera það er. Áherslur Eflu lúta að því að við viljum vera fyrirmynd og brautryðjandi. Það er lykilhugtök í okkar framtíðarsýn og það styður mjög vel við áframhaldandi áform og þróun í þá átt að fólk fyrir störf en ekki öfugt. Við viljum ekki áherslu á að skapa ábyrgt starfsumhverfi og vera með góðan starfsanda fyrir okkar fólk. Og svo leggjum við líka mikla áherslu á umhverfismál og samfélagslega ábyrgð sem og nýsköpun og stafræna þróun sem allt í rauninni senn er mjög styðjandi við þessi áform að störf geta verið í rauninni hvar sem er. Þurfi ekki endilega að vera öll á. Við erum með starfsstöðvar all land. Við erum með 3 svæðisskrifstofur á Norðurlandi, Austurlandi og á Suðurlandi. Á Akureyri erum við með starfsstöð sem tilheyrir Norðurlandi. Á Austurlandi erum við með 3 skrifstofur á Seyðisfirði, Egilsstöðum og Reyðarfirði og erum við núna að vinna í því að byggja upp skrifstofuna okkar aftur á Seyðisfirði eftir að húsnæði fór í öskureiðinni. Á Suðurlandi þá erum við með starfsstöð á Selfossi og Hellu og líka á Hvanneyri og svo erum við starfsstöð í Reykjanesbæ sem tilheyrir starfsstöðinni á höfuðborgarsvæðinu. Við erum líka staðsett erlendis og erum með starfsemi á 7 stöðum í heiminum. Við erum með dótturfélög í Noregi, Svíþjóð, Skotlandi og Póllandi og svo erum við líka með hlutdeildarfélög í Þýskalandi, Frakklandi og Tyrklandi. Og þessi uppbygging og skipulag á starfsemi fyrirtækisins okkar leggur grunninn að þeim möguleika að geta boðið fólki upp á að starfa á ólíkum stöðum, hvort sem staðsett á þessum stöðum sem við erum þarna búin að nefna eða í fjarvinnu og út frá heimilum eða öðrum skrifstofum. Þá má segja að stefnan okkar styðji mjög vel við þessi sýn að fólk getur fært störfin, en það leggjum við mjög mikla áherslu á þessa samfélagslega ábyrgð sem nefndi áðan og umhverfisvænar lausnir og erum mjög skýrar stefnur í þeim efnum, auk þess sem við fylgjum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem styðja enn frekar við þessa hugmyndafræði. Og við erum líka á því að þessi áherslu okkar í starfseminni þau styðja við að styrkja heimabyggð og draga úr óæskilegum umhverfisáhrifum með því að færa störfin nær fólkinu en ekki fólkið að hefðbundnum starfsstöðum. Hjá Eflu starfar 400 starfsmenn í samstæðunni allri, bæði á Íslandi og í hlutdeildarfélögunum erlendis og við höfum á að skipa mjög hæfu og mjög reynslumiklu starfsfólki sem sérhæft á mjög fjölbreyttu sviði og við erum með mjög hátt menntunarstig. Þannig að það er mjög spennandi fyrir fólk að geta haft þetta val að velja þessi staðsetningu. Það sem allt okkar fólk hefur sameiginlegt eldmóður og metnað til þess að finna nýjar og mögulegar lausnir á verkefnum
Og það í reynd þannig að mikilvægasta auðlind Eflu mannauðurinn, af því að án hans rauninni Efla lítið og þess vegna legg ég rosalega mikla áherslu á að byggja upp þennan afbera mannauð og byggja allar ákvarðanir fyrirtækisins mjög mikið á þeirri sýn að starfsfólk okkar sé mikilvægasta auðlind. Við erum mjög nýjungagjörn og við viljum vera fremst með jafningja og hérna sem nefndi við framtíðarsýnin okkar áðan og vera svona leiðandi brautarlönd. Þannig að okkur finnst mjög spennandi að þróa þetta konsept áfram að bjóða upp á aukinn valkost fyrir starfsfólk staðsetningu og til sinna sem störfum. Við leggjum líka mikla áherslu á nýsköpun og stafræna þróun sem á eftir að búa til enda fleiri tækifæri fyrir okkur að fylgja þessari stefnu. Og það mjög margt í okkar svona umhverfi sem styður við það að fólk geti valið staðsetningu og svolítið störf eftir því hvar það hefur áhuga. Við höfum góð dæmi það að fólk hafi fært störf. Við erum ekki með neina heildstæða stefnu hvað það varðar en störf án staðsetningar, en það má samt segja að við séum einhvers veginn með ákveðna svona óskrifa stefnu sem er að finna stöðugt leiðir til þess að koma til móts við þarfir okkar fólks og skapa þannig umgjörð og sveigjanleika þannig að fólk getur sinnt sínum störfum þar sem því hentar, þar sem því hefur verið komið. Og mín upplifun bæði því að hafa vunnið núna þessar nokkra mánuði hjá Eflu og líka reynsla mín frá því ég var að starfa hjá Þjóðskrá. Þjóðskrá með starfsstöð bæði á Akureyri og í Reykjavík. Að ég held að umgjörðin sé komin að sér langt í mörgum fyrirtækjum og meðal annars hjá Eflu, en það kannski vantar meiri hvata fyrir starfsfólki að láta reyna á þetta og finna svo þörf fyrir sjálfum sér að prófa að fara út á land. Allavega hefur það þannig verið hjá Eflu að það hefur allavega verið mjög vel tekið í óskir starfsfólk sem að finna nýjar leiðir og færa störfin og við höfum nokkuð dæmi það sem nokkuð til að segja ykkur frá. Og það þannig að við erum með starfsmann til dæmi sem er búsettur í Mývatnssveit en tilheyrir starfsskrifstofunni á Akureyri, þannig að vinnur til þau teymi með Akureyringunum og raunar öðrum teymum út allt land en býr í Mývatnssveit en starfar á Akureyri. Í því teymi. Við erum líka með starfsmann sem býr á Hvanneyri og tilheyrir starfsskrifstofunni á Suðurlandi og vinnur þar verkefni þvert á. Og nýjasta dæmið okkar er starfsmann sem býr í Noregi, Ósló, sem alltaf núna í vor flytja heim til Íslands til Siglufjarðar. En áfram sinna verkefnum í Noregi allan Noreg og enda höfum við bara mjög góða reynsla því að okkar starfsfólk í Noregi er að vinna verkefni allt land og jafnvel frá Ósló sem tegir sig alla leið að landamæri Rússlands. Þannig að staðsetningin þarna skiptir ekki máli, við höfum kynnst því mjög vel. Í fyrstu bylgjunni í COVID þá voru allir sendir heim eins og víðast annars staðar og gekk það ótrúlega vel. Það hefði hins vegar verið algjörlega óhugsandi fyrir nokkrum mánuðum síðan að gera þetta en við erum búin að finna því að þetta er vel hægt. Það voru ákveðnir hópar sem áttu erfiðara en aðrir með að fylgja þessu og fara heim, sérstaklega þeir sem voru kannski vanir að vinna með þetta saman og geta horft yfir öxlina hvor öðrum. En þeir voru ótrúlega fljótir að finna nýjar leiðir og aðlast þessari nýju aðferðum að vinna raun á sitthvorn staðnum. Síðan sumars var sett á stað tilraunaverkefni þegar við vorum á vonast þess að faraldurinn væri svona kannski í garð genginu og myndum kannski fara að vinna svona meira eins og áður. En það verkefni féll algjörlega sjálft sig eins og út af aðstæðunum, en við stöndum að því að setja það aftur á laggirnar þegar þessum takmörkunum lýkur og finna út af því hvernig við viljum taka þetta konsept áfram með störfuninni án staðsetningar. Því að ég held að það gamla fyrirkomulagið sem við kannski þekkjum best verður fljótt að breytast. Fyrir COVID þá hefur við verið mjög meðvituð að þróa staðstöðunar okkar til framtíðar og út frá því að búa til aukinn sveigjanleika og vera að búa að skapa svona fyrirtækjamenningu sem auðveldar okkar að færa verkefni og starfsfólk til hvort heldur sem er til að vinna í mismunandi teymum, mismunandi sviðum eða svæðum eða jafnvel löndum. Þannig að kúltúrinn er til staðar og rauninni er fátt því til fyrirstöðu að taka þetta skrefin hans lengra og bjóða fólki að færa störfum frekar en gert hefur verið. Og við finnum það líka núna eftir þessum COVID-tíma að það er vaxandi áhugi hjá starfsfólki, tækifærin hafa verið til staðar en við finnum núna og ég hugsa það að fólk mun í auknum mæli óska eftir því að fá að færast til.
taka störfin með sér. Það sem ég held að þurfi að gerast rauninni það að það þarf að móta bara heildstæða og skýra stefnu þetta og setja þetta á dagskrá og hafa það sem opinn valkost fyrir starfsfólk að geta fært störfin sín og tekið það með sér. Það mjög mikil tækifæri fyrir starfsfólk til dæmis að geta valið úr búsetu í auknum mæli og hjá velmenntu fólki. Áður kannski hafi fólk valið það að fara út á land og vera kannski í svona almennum sérfræðistörfum eða þá vera á höfuðborgarsvæðinu og fá að sérhæfa sig enn frekar. En ég held að framtíðin mun leiða það ljósa að fólk getur í auknum mæli farið út á land og sérhæft sig og unnið sérhæfstörf gegnum fjarvinnu. Og það breytist mjög hratt núna finnst mér á síðustu mánuðum. Reynslan okkar undanfarna mánuði kennt okkur ótrúlega margt sem við hefum klárlega eftir að byggja á og gefa okkur tækifæri til þess að gera hlutina með öðrum hætti. Það fullt af tækifæri fólki í því að starfsfólk geti flutt aftur heim í heimahagan að loknu háskólanámi eða unnið heima frá sér eða í blanda á skrifstofu og heima eða á minni skrifstofum. Við þurfum bara að leita leiða til þess að hugsa sérstaklega félagslega þættinum. Það sé mikilvægt að fólk sé ekki bara eitt heima að vinna, heldur sé að hluta af einhvers konar heild, hvort sem að það séu vinnufélagar sem vinna sem verkefnum eða aðrir. Við ætlum hjá Öflu sjáum heilmikil tækifæri framundan, fólkin í því að færa fólk og sem færa störf, ætla ég nú að segja, en ekki fólk og hlökkum mikið til að taka þátt í þeirri vegferð. Takk fyrir okkur, takk fyrir mig. Kærar þakkir, Ingibjörg Sigrún. Þetta er náttúrulega, ég er að reyna að nota ekki ensku, en inspirerandi er samt orðið sem er einu orðið sem kemur í hugan. Þetta er þeir eru náttúrulega klárlega fyrirmynd sem hægt er að horfa til. Það er ljóst af þessu erindi. Það er svolítið áhugavert að kannski spyrja hvort heldurðu að hafi haft meiri áhrif á þessa þróun í þessa átt, af því það er augljóst að þið byrjuðu ekki bara í COVID-inu að hugsa að það væri nú snjallt að horfa í þessa átt. Hvort heldurðu að hafa haft meiri áhrif á þróunina stefna fyrirtækisins eða þrýstingur frá starfsfólki vegna þess að þið eru vissulega með dreifða starfsemi? Mín upplifun er svo að það hefur verið meira stefna fyrirtækisins. Þegar beiðnirnar hafa komið frá starfsfólkinu þá hefur verið vel tekið í það. Stefna fyrirtækisins hefur alltaf verið að þann veg að mannauðurinn skiptir rosalega miklu máli. Mannauðurinn þarf að vera að fólk þarf að líða vel í vinnunni, hafa verkefni við hæfi og lausnirnar hafa svolítið verið þar, finna farveg þannig að starfsfólki geti blómstrað og þá hefur staðsetningin ekki skipt neinu máli fyrir uppi staði. Hárrétt. Ég er að fá frábærar tillögur innblástur í staðinn fyrir inspirasjón og auðgandi og hvetjandi og takk ykkur kærlega fyrir. Þá er komið að dagskrárliðnum spjallborðið, þar sem að við höfum fengið 4 sérfræðinga til að spjalla. Þetta eru þau Atli Örvarsson, tónskáld, Katrín Björg Ríkharðsdóttir, framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu, Svavar Pálsson, sýslumaður á Norðurlandi eystra og Þórlaugur Björn Stefánsson, framkvæmdastjóri T+, sem öll hafa áhugaverða tengingu við umræðuefni dagsins. Og ég býð ykkur fjórmenningana hjartanlega velkomin í spjall. Mér finnst upplagt að þið hafi opið fyrir míkrafónun ykkar og að við kannski gerum tilraun til þess að ná upp svona dálítið óformlegri spjallstemningu svona að því marki sem að það er yfirleitt hægt þrátt fyrir svona landfræðilega staðsetningu. Aðra málþingsgesti bið ég sem fyrr að hafa slökkt á míkrafónum og beina spurningum í spjallbóksið. Mig langar fyrst að biðja ykkur að kynna ykkur örstutt og svona tenginguna ykkar við umfjöllunarefni dagsins og við skulum bara fara hringinn. Við byrjum á Katrínu og þá tekur Atli við, Þórleifur á eftir Atla og síðastur en ekki sístur verður Svavar. Og auðvitað til þess að gera verkefni kannski óyfirstíganlegt, þá er mikilvægt að hafa í huga að tíminn er mjög stuttur og þið eru reynsluboltar og við treystum auðvitað á að þið segja okkur allt það mikilvægasta og merkilegasta en bara í örfáum orðum.
Takk Og fyrir, þá þá er þetta að spara tíman og grípa orðið að þér, Erla. Takk fyrir. Komið sæl, ég heiti Katrín Björg Ríkharðsdóttir og er framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu. Og fyrir ykkur sem ekki þekkið til, þá er Jafnréttisstofa ríkisstofnun sem heyrir undir forsætisráðuneytið og Jafnréttisstofa er staðsett á Akureyri og hefur verið í þau 20 ár sem liðin eru frá því að stofnunin var sett á laggirnar. Aðkoman að umfjöllunarefninu, það er kannski ekki hægt að segja að fólk hafi fært störf til Jafnréttisstofu, en hins vegar á sínum tíma, þarna fyrir 20 árum, þá var það ráðherra sem færði störf til fólks, getum við sagt. Og ef ég tek bara pínu persónlegan vinkil á þetta, á þeim tíma fyrir 20 árum, þá var ég ung kona búsett á Akureyri, búin að afla mér menntunar og sá auglýst áhugavert starf sem að höfðaði virkilega verið til mín hjá ríkisstofnun í mínu sveitarfélagi. Sótti og fékk þarna tækifæri sem að ég ella hefði ekki fengið. Þannig að það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að fólk hafi aðgengi að störfum alls staðar á landinu. Og mér langar að benda á mikilvægan kynjavinkil í þessu, sem ég veit svo sem ekki Erla hvort þú vilt að hafa þetta eitthvað lengra hjá mér, en mér langar að ræða kynjavinkil. Þú bara segir mér hvort þú vilt að gera það núna eða svo bara gef ég þér merki. Takk, Katrín. Á læti staðanum niður í bili. Takk. Atli. Já, komið sæl, það er sérstök og bara mikil ánægja að fá að vera með þessu spjalli. Ég bjó út í Bandaríkjunum í 20 og eitthvað ár og til þess að halda þessu svona í styttri kantinu þá ætla ég ekki að fara út í þær ástæður og bakvið að við fluttum til Akureyrar, en allavega kom upp þessi hugmynd að flytja aftur heim til Íslands og þá var svo sem Reykjavík kannski augljósi kosturinn, en við ákváðum að fara til Akureyrar frekar vegna þess að í sjálfu sér ef maður er að starfa við verkefni í Bandaríkjunum þá skiptir ekki máli hvort maður er á Akureyri eða Reykjavík, og trúlega kannski var ég svolítið svona undan minni samtíð með að prófa þetta var náttúrulega löngu fyrir COVID árið 2015 að vera bara að starfa einhver staðar út í heimi, en kom fljótlega í ljós að þetta var svona skiptingumáli hvar maður er, og í gegnum þetta starf mitt sem er að semja tónlist fyrir kvikmyndir og sjónvarpsþætti aðalega, þá hefur mér tekist að vonandi að skapa einhver störf hér, bæði fólk sem starfa beint með mér og svo höfum við í samstarfi við Menningarfélag Akureyrar og Þorvald Bjarnar Þorvaldsson, tónlistarstjóra Menningarfélagsins, náði að byggja upp ansi öfluga starfsemi í Hofi með Sinfóníuhljómsveit Norðurlands sem við kallum Sinfónía Nord í þessu upptökuverkefni, og verkefni er rauninni að taka upp tónlist, sinfóníska tónlist, og upprunalega voru það nú aðalega mín verkefni, en það hefur þróast mikið og breyst og bara bæst í það síðustu misseri, og nú eru alla líkur á því að einhverjir hér hafi hort á myndir á Netflix til dæmis, þar sem músíkin var tekin upp í Hofi, sem er náttúrulega gríðarlega gleðilegt, og svo ég haldi þessu nú svona aðeins stuttu þá kannski bara læti þennan inngang duga. Takk. Þorleifur. Var ég þá næstur? Þá ertu næstur, sko. Mér langaði nú eiginlega að spyrja Atla hvort hann hefði samið þetta Jæja Ding Dong lag, en ég kannski læt að bíða. Ég vildi óska þess, ég hef gert það. En ég heiti Þorleifur Stefán Björnsson, ekki Þorleifur Björn Stefánsson eins og ég var kynntur, en það er önnur saga. En ég er framkvæmdastjóri T+, og það er kannski ástæða til þess að segja fyrst í rauninni hvað T+ er svona árum fyrir lengra, en T+ er verðbréfafyrirtæki sem er statt á Akureyri og við erum sérhæfð í bakvinnslu þjónustu fyrir fjármálageirann og urðum 10 ára gömul núna í janúar. Og það er svona fyrir þá sem hafa áhuga á það að vita en þá vinnum við fyrir mjög mörg fjármálafyrirtæki á Íslandi, og í Skipagötu 9 á Akureyri þá fer fram það bil 30% af öllu uppgjöri kauphallarviðskipta á Íslandi. Við erum jafnframt að sjá verðbréfavörslu fyrir lífeyrissjóði og fagfjárfesta, og það má segja að svona bilinu 7–10% af öllum rafrænum
verðbréfum á Íslandi sé í vörslu hjá T+ eða í kringum 500 milljarðar. Þegar við stofnuðum T+, þá auðvitað blasti við þessi spurning, hvar eigum við að hafa fyrirtækið? Þá var alveg ljóst í upphafi að businessin kæmi meira og minna allur frá Reykjavík. Og í dag er það bil 85% af öllum tekjum félagsins sem að koma bara beint af Reykjavíkursvæðinu. En við hugsuðum þetta út frá vinnuaflinu og hugsuðum fyrst og fremst hvar finnum við stöðugasta vinnuaflið. Og þá lá næst við að horfa til Akureyrar og okkar reynsla sýndi að á Akureyri var minni spenna að jafnaði á vinnumarkaðnum og því lá það bara beint við að sækja starfsfólk til Akureyrar og hafa vinnustaðan á Akureyri. Það tekur okkur 6 til 12 mánuði að þjálfa upp starfsfólk og því skiptir stöðugleiki vinnuaflsins okkur gríðarlegu máli. En svo koma þættir eins og að það er barnvænt að vera á Akureyri, það er stuttar vegalengdir í allt á Akureyri, það er stutt í alla þjónustu, það fer minni tími í svona Ártúnsbrekku stúss, það er að segja ef þú ert að skutlast í Reykjavík þá er það bara aldrei undir klukkutíma. Hér getur við sloppið við að skreppa og sinna þínum erindum á 10 til 15 mínútum og ef áþarf að halda, að þá getum við stokkið upp í flugvél og það tekur okkur 35 mínútur að fljúga til Reykjavíkur, sem við gerðum hérna einu sinni, en þeim hefur nú fækkað ferðunum. Það eina sem við þurftum var aðgengi að interneti og stöðugt rafmagn. Og það var eiginlega eina forsendan fyrir því að hafa fyrirtækið á lífi. Ég meina, það þarf bara stöðugt internet. Og það er hér á Akureyri. Til viðbótar að þá ákveðum það bara á fyrsta degi í rekstri að við skildum sjá öllum starfsmönnum fyrir heimavinnu aðstöðu í þokkabót og það var hluti í þessari stefnu okkar að hafa barnvænt fyrirtæki. Þegar COVID brast á síðasta ári að þá ákváðu við hádeginu á miðvikudegi að nú skildu allir fara heim og vinna. Og það bara stóðu allir upp og kveiktu á græjunum heima og þetta var hálftíma rof og tók ekki meiri tíma. Þannig að viðbrigðin í rauninni voru sára lítil. Það hefur reyndar komið óvænt í ljós svona þegar fram líður að það er auðvitað mjög erfitt að þjálfa upp starfsfólk þegar það kemur að fjarvinnu. Það er mjög erfitt að fá nýjan starfsmann sem hefur aldrei séð verðbréf á ævinni og kenna honum í gegnum netið. Þannig að við erum farin aðeins að hlakka til að fá fólk aftur í vinnuna. Já. Takk Þorleifur. Það er spurning hvort að við förum yfir til Svavars og svo fáum við að heyra meira á eftir. Já, komið sæl. Takk fyrir þennan þarfa fund. Það rifjaðist upp fyrir mér þegar ég fékk þetta símtal þetta að fyrir 4 árum að þá hélt ég erindi á sambærilegum fundi atvinnuþróunarfélags í Hofi og þegar ég fór að rýna í punktana mína frá þeim fundi að þá sá ég það að ég hefði sennilega getað bara endurnýtt þá á þennan fund. Það er út af fyrir sig, segir okkur ákveðna sögu, en það sem hefur gengið á hjá mér síðustu 11 árin sem forstöðumanns ríkisstofnunar á þessari svæði sem hvað má segja, hámarkaðist þegar að sýslumannsembættin öll voru sameinuð fyrir 5 árum, að þá fengum við ákveðin spegil á það sem áður hafði gerst og svo það sem framundan var. Í stuttu máli er reynslan sú að reynslan góð, að flutningi opinberra starfa, en þá sérstaklega ef þú skoðar hana án tillits til þeirra starfa sem hafa lagst niður að verið flutt suður á sama tíma. Og þetta er svolítið stóra áskorunin, en það sem ég langaði að segja hérna núna, svona rétt í upphafi, áður en ég fer á þess að fara ofan í smáatriði eða verkefni, er það að sýslumenn á Íslandi hafa sett sér nýjan kúrs. Þeir hafa sett sér þann kúrs að þeir ætla að hætta að skrifa í bækur og veita stafræna þjónustu. Við erum búin að taka upp hald við stafrænt Ísland og við erum farin að dansa salinn. Og tækifærin sem eru að verða til hér á hverjum degi eru
ótrúleg og ef framhald verður á, þá hef ég ekki miklar áhyggjur af því, þó svo að sé að ræða starfsemi sem ekki bara fjölbreytt, hún er flókin starfsemi, hún heyrir undir 8 fagráðuneyti stjórnarráðsins og þetta eru vandasöm verkefni, en ég spái því að á stuttum tíma þá muni eiga sér stað eitthvað sem hægt að jafna til byltingar á vettvangi sýslumannsembættanna og þá eins gott að við séum tilbúin og klár með það hvernig við ætlum að taka við þessu. Við nóturum þetta og bíðum eftir byltingunni. Það kemur annars slagið svona eins og eitthvað tíst sem að ef einhver kann skýringu á því þá köllum við bara eftir henni. En ég lofaði Katrínu að við myndum koma aðeins inn á, og það liggur kannski beinast við að spyrja framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu að því hvort að sé einhver kynjavinkill á þessari hugmyndum fjölgun starfa án staðsetningar, Katrín? Já, alveg klárlega eins og ég nefndi áðan. Og það svo athyglisvert að í áratugi, getum við sagt, þá hefur það verið þekkt staðreynd að hér á Íslandi og víðar í heiminum, sérstaklega kannski svona á norðurslóðasvæðum, að þá erum við með byggðarlög þar sem að konur í rauninni flytja gjarnan í burtu til þess að afla sér menntunar og afla sér nýrra starfstækifæra. Það að segja ef að heimasveitarfélagið ekki að bjóða upp á spennandi áhugaverð störf, aðgengi menntun, þá svo mikil hætta á konur fari til að sækja sér það. Og einhverju hluta vegna, þá það frekar karlarnir sem að verða eftir og eru þá frekar í þeim atvinnugreinum sem eru þegar til staðar. Þetta hangir á þessu blessaða kynjaða náms- og starfsvali sem við þekkjum allt og vel hérlendis og gengur illa að vinda ofan af. En hins vegar, ef að við erum meðvituð ástandið og gerum eitthvað í því að vinna með betra aðgengi af fjölbreytilegum og spennandi störfum víðsvegar landið og þá þetta eitthvað sem hægt að vinna gegn, það að segja þessi þróun. Ríkisstörf, svo sannarlega, spila þarna stóran þátt. Eins og staðan í dag, að þá held ég að sé alveg óhætt að fullyrða að mikill meirihluti ríkisstarfsmanna séu konur. Og ef við horfum bara á Akureyri, þá náttúrulega erum við hér með risastóra vinnustaði, vinnustaði, eins og sjúkrahúsið sem rekið af ríkinu. Þetta viljum við geta kynjaskipta starfsval, það algjörlega ljóst, en hins vegar þetta staðreyndir sem blasir við okkur. Og ef við ætlum einhvern veginn að reyna að vinda ofan af þessu, þá þurfum við líka svo sannarlega að horfa til þess hvers konar störf í boði út allt land. Og þar held ég einmitt að þetta sem að ráðherra nefndi áðan með að það sé hreinlega verið að setja markmið að það sé aðgengi af störfum sem að ríkið heldur úti allt land. Það bara virkilega jákvæð og mikilvæg aðgerð. En mér langar aðeins að ég sá að Halla Björk, bæjarfulltrúi Akureyri, hafi hent inn spurningu á það sem að snerist það, ef það á að vera störf án staðsetningar, eru auglýst, gildir það þá líka að störf af landsbyggð geti flust til höfuðborgarsvæðisins. Nú kann aðeins að nefna þetta vegna þess að akkurat núna þessa dagana ég að yfirfara starfsumsóknir, ég var að yfirfara starf. Allt hjá mér. Og heyrir ekki Erla? Heyrið þið í mér? Já, við heyrum. Ég held bara áfram þó að Erla heyri kannski ekki. En já, það svo athyglisvert að ég fæ, og í þau skipti sem ég hef verið auglýsastörf, það mjög gjarnan fyrirspurnir hvort að starfi geti verið staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Og það auðvitað líka eitthvað sem þarf það bara að vera hreinu í markmiðasetningu, varðandi flutningsstarfa, hvort að við erum að horfa á hreyfanleika fram og tilbaka líka. Bara svona örstutt innlegg í það. Takk. Fundarstjórinn okkar horfin. Við erum stjórnlaus núna. Eigum við þá ekki bara að taka stjórnina? Nú heyri ég ykkur, heyri þið í mér. Já, við heyrum Erla. Þetta svo mikið, þetta eins og óvissuferð. Og það versta að ég veit ekki hvort að
það var gert bara af ásettu ráði eða hvort það er tæknin að stríða okkur. En ég missti af niðurlaginu í því sem þú sagðir, Katrín, og á þessan aðeins ég vandræði með að koma inn þar, veist bara afsökunar á því, en mér langaði eiginlega að spyrja hann Atla svolítið af því að hann er að vinna svona, kannski við erum svolítið mikið að horfa á flutning starfa og störf án staðsetningar á Íslandi. Hann er vissulega að starfa á heimsvísu. Heldur Atli að séu færri hindranir í slíku samstarfi þegar kannski bara eins og Ameríku þar sem þú varst, þar sem fólk er vanara kannski miklu meiri landfræðilegum vegalengdum. Heldur að það sé einhver áhrifaþáttur? Já og nei. Ég held að þetta sé bara algjörleg þróun, ekkert endilega í Ameríku. Ég til dæmis ég starfa innan kvikmyndageirans í Hollywood og það er bara greinileg breyting og þróun þar að fólk er miklu opnara fyrir því að starfa með hafa samstarfsmenn bara út allan heim og þetta er bara tækni þróun sem hefur breytt þessu hugafæri og svo kemur COVID aftur og setur þetta bara í einhvern svona 5. gír, sko. En ég held að hins vegar eðli málsins samkvæmt þá þegar þú ert að skapa list eða búa til eitthvað eins og ég er að gera, að þá í sjálfu sér ég eyði náttúrulega 95% af tímanum bara einn með sjálfum mér einhvers staðar að semja tónlist. Þannig að í sjálfu sér það sem mannleg samskipti skipta máli er kannski eins og Sigurður Ingi nefndi á hann að kynnast fólki og í mínu starfi er traust alveg gríðarlega mikilvægt og ég held að sé svolítið erfitt kannski að kynnast fólki á þeim nótum í gegnum Zoom en það er betra svona í eigin persónu og þar að leiðandi eins og í mínu starfi ég þarf að hitta fólk í byrjun verkefnisins og svo framvegis til þess að svona kannski bara búa til einhvers konar svona persónulegt traust en þegar kemur að því að vinna starfið sjálf þá skiptir í sjálf sér engu máli hver ég er en ég held hins vegar að það sem ég fæsti aðeins öðruvís en flest af þessum störfum sem við erum að ræða sem er skapandi starf það er ekki háð einhverju skrifstofu eða kerfi í sjálfu sér heldur er það bara eitthvað sem ég er að búa til og aðrir á mínu sviði og það sem náttúrulega vinnur með okkur til dæmis hér er á listasviðinu myndi ég segja Ísland væri mjög inn og væri mjög svo tísku ekki síst tónlistarlega sér þannig að ég held að fyrir mig það hefur verið kostur að vera á Íslandi af því að það er einhver svona exotík og rómantík í því að starfa með íslenskum tónlistarmönnum frekar en einhvernum sem býr í næstu götu og gríðarleg tækifæri þar og ég finn bara líka hvað er mikill áhugi hjá þeim sem ég starfa með til dæmis leikstjórum og framleiðendum að koma til Íslands og upplifa þetta og finna hvað er í vatninu sem veldur því að fólk er svona skapandi. Þannig að þú myndir kannski segja bara að fjarlægðin væri raunverulega að vinna með okkur í þessu af því gefnu bara að tæknin leyfa okkur að vera í jafnmiklum samskiptum og nauðsynlegt er og svo framvegis. Já, ég held að mig alveg segja það. Ég meina, Ísland náttúrulega er svolítið í tísku, íslensk tónlist er í tísku og það vinnur auðvitað með okkur. Ef það væri ekki svo þá veit ég ekki hvort að fjarlægðin endilega myndi gera fjöllin blá. En í þessu tilfelli þá er það klárlega ekki vankostur að vera hér og þá náttúrulega skiptir engu máli eins og ég segi, hvort maður er í Reykjavík, Akureyri eða Seyðisfirði. Og eiginlega bara, ég held að sumleiti kostur að vera utan Reykjavíkursvæðisins af því að það er svona þekkt stærð en fólki finnst þetta ennþá undarlegra og áhugaverður að vera einhvers staðar norður í landi. Gott að heyra, við vonum að þetta haldist bara sem lengst. Þórleifur, ég veit að þú hefur heilmiklar skoðanir á hlutverki sveitarfélaga líka. Þú hafur ekki náð að koma inn á það áðan þegar þú varst að kynna ástæður þess að T+ ákvaða að staðsetja sig á Akureyri. Hvert finnst þér að hlutverk sveitarfélaga þurfi að vera til þess að þróunin verði með sem bestum hætti? Er betra að vera unmute?
Já, við erum allavega, höfum verið laus við ískrið í svo litla stund. Já, það betra ef maður ætlar að tala. Já, sko, ég hef náttúrulega velt þessu heilmikið fyrir mér í gegnum tíðina og hverjar eru forsendurnar til þess að Akureyri virkilega ná að blómstra og ég alveg grjóthissa að bærinn hafi ekki tekið flugið, sko, almennilega. Við höngum í það að vera 18–19.000 og ég held að við höfum allt til alls til þess að stækka sveitarfélagið því að ég held eins og staðan í dag þá erum við aðeins svo stórri kápu, sko, sem að passar ekki alveg utan kroppinn. Við erum að sinna einhvers konar höfuðborgar hlutverki hérna á svæðinu, við erum þjónustumiðstöð og við erum að taka á móti ákveðinni þjónustu sem að höfuðborg rauninni þarf að gera. Og þetta er svona svolítið eins og að kaupa sér langferðabíl en þú rauninni þarft bara að skóta, sko. Þannig að við stundum fundist við aðeins með svo stórt kerfi miðað við, sko, mannfjöldan. Ertu að meina á landsbyggðunum almennt? Já, ég nú hugsa fyrst og fremst Akureyri núna, sko. Já. En sko, til þess að atvinnulífið hérna virkilega dafni, að þá í rauninni bara fyrst og fremst að huga því að við séum bara með topp innviði. Þá ég að meina að samgöngur í svona víðari mynd, sko. Þá er ég að hugsa að flugvöllurinn sé í toppstandi til þess að taka á móti flugi hvaðan af sem ekki bara frá Reykjavík. Við séum með alþjóðlegan flugvöll. Við séum með göng í Vaðlaheiðina sem núna loksins komin til þess að gera norðustursvæðið að einu atvinnusvæði. En það sé líka raforkuflutningar séu í lagi, þannig að sé stöðugt, það er ekki hægt að kveikja á nýju þvottahúsi á Akureyri í dag því að það er bara ekki til rafmagn í það. Og eins með internetið. Þetta eru þessi grundvallar þættir sem að sveitarfélagið þarf og stjórnvöld þurfa bara að passa sér í lagi. Ég held að sé ekki endilega hlutverk sveitarfélagsins að beinlínis sækja fyrirtækin. Þau koma. En ef að sveitarfélagið finnur sér knúið til þess að setja atvinnustefnu, að reyna þá að gera það kannski með öðru heldur en að setja fram atvinnustefnu sem að hljómar einhvern veginn með fallegum orðum að hér skuli stefnt að því að hér sé blómlegt atvinnulíf í þessum og þessum iðnaði eða eitthvað þannig, heldur frekar setja bara upp einföld markmið sem hægt að mæla. Ég bara nefni sem dæmi að því ég sé hérna hof út gluggann. Við getum bara sagt, stefnum að því að það færi 1 milljón manns inn hurðina á hofi á ári eftir 5 ár og byrjum bara að telja. Og á þessari vegferð að þá segjum við líka, ok, hvað ætlum við að gera til þess að ná þessu? Og setja það bara eitthvað púður í það. Mælikvarða og bara niðurneld markmið. Já, með vörðum á leiðinni. Þetta er bara eins og stefnumótun fyrirtækja. Já, akkurat. Takk. Svavar, reynslubolti í flutningi starfa. Hverjir eru helstu áhrifaþættir á flutning og tilvist opinberra starfa á landsbyggðinni? Er ekki stutt að svari bara pólitík? Ég veit það ekki. Mér er að halda það svona þegar maður skoðar þetta í svona bara í baksýnisspeglinum, sko. Já. En ég held að það sem er að gerast núna í þessari stafrænu byltingu gefi landsbyggðinni meiri tækifæri heldur en við höfum nokkuð tíman bara haft ímyndunarafl til þess að styðjast við þegar við setjum fram hugmynd. Já. Við erum að tala um það að við erum að tala um það að útfærslurnar eru í raun og veru óendanlegar. Já. Og kannski einmitt bara í beinu framhaldi af því, spurning til ykkar allra og þið berjist mikrofónin. Hver verða áhrif stafrænu byltingarinnar? Ég ætla bara að taka við af sjálfum mér, sko. Já, gott. Ég ætla bara að taka lítið dæmi það sem að gerast og ég bendi á að rifja það upp að ríkissjóður er stærsti vinnuveitandi landsins. Það sem að gerast
í samstarfi stofnana sem hafa ekki annað, í raun og veru hafa þeir ekki annan grundvöll heldur en áhuga þeirra sem fara fyrir þessum stofnunum. Það sem ég er að vísa í verkefni sem að Persónuvernd og sýslumannsembættið á Norðurlandi eystra eru að starta. Það er búið að auglýsa eftir fólki. Það er verið að setja niður þjónustuborð og sérfræðiráðgjöf, í raun og veru móttöku og ráðgjöf þeirra ríkisstofnunar sem sætir mestu eftirliti, sérlega meira eftirlit en lögreglan, með Evrópusambandið ofan í hálsmálinu í öðru hverju skrefi og gríðarlega strangar reglur varðandi öryggi og allt umhverfi. Við erum að koma starfsemi þessara stofnunar af þessu tagi fyrir í þessum klasa sem að hér hefur verið nefndur og eru þetta svolítið lykillinn af því að byggja þetta upp svo skynsamlegt sé, vinnustaðaklasa á vettvangi sýslumannsembættanna. Fyrst þetta er hægt, þá er allt hægt. Má ég eitthvað Já, gjarnan. til að svara þessari spurningu sem þú varpaði fram, sko, frá mínum bæjardyrum séð, tæknibyltingin, hún svona útrýmir landamæri. Það er að segja, ég held að, sko, þú veist, þetta opnar svo mikið bara allan heiminn fyrir okkur og sko, það finna við að flytja aftur heim til Íslands eftir 25 ár erlendis og við ákvæmum að flytja til Akureyrar. Ég hef búin að steingleyma því hvernig þetta er á Íslandi að við út á landi förum í gegnum einhverja síu sem er Reykjavík og svo förum við í gegnum þá síu út í einn stóra heim. En ég held að þetta sé hugafar sem við þurfum að breyta, sem er að, þú veist, þetta þarf ekkert að fara í gegnum einhverja síu annars staðar á landinu. Þú veist, heimurinn er bara hér beint fyrir framan okkur á skjánum og í gegnum þessa tækni. Ég held að það sé stærsta breytingin og ég held að tónlistamenn og listafólk sé mjög framarlega í þessu sem er bara einhvern veginn og kannski eðli málsins samkvæmt út af streymisveitum og öðru en núna er, þú veist, þegar ég var að byrja í hljómsveitum fyrir allt og mörgum árum síðan, þá hugsaðum við bara hvernig við getum spila á Íslandi en það hvarflar ekki að neinum sem er bara hér á Akureyri 18, 19, 20 ára sem í tónlist að hugsa það, heldur er það bara allur heimurinn. Og ég held að, ef ég má hnýta hans það sem Þorleifur sagði áðan, ég held að, sko, þegar er komið alþjóðlegt flug til Akureyrar, að þá held ég að við verðum komin með svona sjálfstæða einingu sem er bara, við erum að hugsa heimsmælikvarða frekar en að vera útkjálki á Íslandi. Takk fyrir þetta. Katrín og Þorleifur, hafið þið einhverju við að bæta stafrænu byltinguna? Kannski sjálfur sér ekki, en þetta er bara athyglisvert og líka kannski hvernig, þú veist, okkur hefur verið hent inn í bara hringiðu stafrænar byltingar núna síðastliðið árið sem ég held að muni hafa gríðarleg áhrif áfram fyrir okkur, hvernig við allt í einu neyddumst öll nauðug viljug til þess að taka þátt í, segjum til dæmis bara fundi eins og þessum, sem að hefur opnað alveg gríðarleg tækifæri og opnað augu fyrir því hvað er raunverulega hægt og hvað við erum í sjálfu sér lítið bundin við stað. Þegar við höfum þetta, þó svo að auðvitað mannlegi kontakturinn sé það sem að stendur auðvitað upp úr og allir verðnir að sakna, en ég held að samt þetta hefur opnað okkur og breytir viðhorfum, fær okkur til þess að hugsa málin aðeins öðruvísi. Frábærlega orða hjá þér Atli, þetta tekur landamærin, mér finnst snilld í þeirri hugsun. Við getum nú ekki verið bara á jákvæðunótunum eða hvaða hindranir eru í vegi fyrir því að fólk geti almennt unnið fjarri höfuðstöðum síns vinnuveitanda eða á öðrum stað en kannski megin starfsemi fer fram? Þorleifur. Þetta er mjög góð. Hvað er erfitt og ómögulegt? Það sem að við, sko, hjá mér vinna á bilinu 15 til 20 manns og þetta er fólk sem að kemur frá Bolungarvík, það kemur frá Ísafirði, það kemur frá Selfossi, það hefur komið frá Vopnafirði, Egilsstöðum, þetta er meira og minna svona útkjálka fólk, sko, sem að þegar maður er nú sjálfur úr sveit og þykir bara vænt það, sko. En það sem að hefur oftast nær verið erfitt þegar maður er að ráða fólk í vinnu, að það er í rauninni að þau koma yfirleitt sem par.
Þetta eru 2 einstaklingar sem eru í sambúð og það þarf í rauninni, ég þarf í rauninni að fara að redda vinnu fyrir hinn líka, sko. Þú veist, ég hef áhuga á öðrum aðilanum og vil ráða hann í vinnu, en það hins vegar þannig að það eru bara ekki alveg nógu mörg tækifæri hérna til þess að hlutin gangi upp og oft hef ég misst af mjög flottu fólki vegna þess að ég í rauninni að leita 2 vinnum, sko, á sama tíma. Já. Þannig að það En störf án staðsetningar og svona, bara þegar það verður kannski almennara hugtak og algengara, þá kannski hverfur þetta? Já, en ég held að ég held að COVID-ið, það að við séum, ég meina staðan þannig, ég get sent alla heim. En ég held að við munum ekkert stíga það skref alveg að senda alla heim eftir að því sleppir. Heldur munum við mögulega að taka kannski hálft skref tilbaka og breyta okkar vinnutilhögun þannig að menn vinni hluta úr viku heima og hluta á vinnustaðnum. Og ég held að við þurfum að hafa þessa dýnamík sem að fæst á því að vera á vinnustað. Við erum mikið að vinna saman og þetta mikil hraði í þessu og það þarf bara að hafa fólk á gólfinu saman. Þannig að það mjög mikilvægt. Já, Katrín, hindranir í... Já, mér langar bara aðeins að taka undir með Þorleifi með sko, af því að hvað það sem gerir vinnustað? Þú veist, það verkefnin sem að vinna eða það samskiptin á milli fólks? Og það auðvitað hvort tveggja. Í sjálfu sér, ef við tekjum jafnréttisstofu, þú veist, ekkert verkefnanna þannig að það mætti ekki vinna það eitthvað staðar annar staðar. En samt sem áður, það sem skiptir máli ákveðin teymisvinna. Og við getum sest yfir verkefni og skoðað þau saman. Þannig að það svona, þú veist, kannski finnst suma þetta ekkert vera nein hindrun og ég bara að vera með gamaldags viðhorf, en það samt sem áður, það eitthvað þarna í þessu sem að skiptir máli. Það líka bara gríðarlega krefjandi fyrir stjórnendur að stýra fólki sem ekki staðsett í sama húsi. 10 manns staðsettir hér og þar landið. Það líka reynir bara öðruvísi stjórnendur og þarf öðruvísi þjálfun í að nálgast það, hvernig ætlar að halda öllum saman. Og ég ekki að tala, þú veist, það ekkert í þessu sem ég að tala að snýst vantraust gagnvart því að fólk sé ekki vinna vinnunum sína. Ég alls ekki að meina það. Heldur bara fyrst og fremst hvernig getum við nýtt kraftana alveg eins og við getum. Þannig að þetta var nú svona bara niðurrifsstund dagsins. Já, takk fyrir. Kannski við látum bara niður yfir þá lokið nema Svavar eða Atli. Þið að brenna inni með eitthvað varðandi hindranir? Ég kannski fyrir ekki að Atli gera svo vel. Nei, helst áfram Svavar. Og ég ætla þá að segja það að það ein hindrun sem til staða fyrir allar ríkisstofnanir. Það einfaldlega svo lagaumgjörð sem okkur ætlað að vinna eftir. Og það mjög stórt verkefni framundan hjá löggjafanum að aðlaga og pússa út alls konar hindranir mætingar í einn persónu og allt þetta, sko. Þannig að það stórt verkefni. En svo langar mig til að tengja það líka því þegar þó ég komið kannski út á vafasaman með alla sérfræðingana hérna í byggðaáætlunarmálunum. Sko, þegar maður horfir á áætlanagerð og markmið og skipulag annarra þjóða og nú er ég að hugsa hérna það sem Danir að gera í regeringens útflutningsplan. Þar þeir með sko, tímasetta faktora. Þeir eru með stærðir og þeir eru með tímasetning og þetta þýðir það bara á mannamáli að frá því að við hittumst í hofi síðast til þess að ræða þetta, þá þeir búnir samkvæmt skipulagri áætlun sem gengur þverpólitískt á milli ólíkra ríkisstjórna að færa 5.000 störf, það jafngildir 320-30 störfum í íslenskum samanburði. Þeir eru líka og hluti þessara áætlunar sem viðvarandi og gengur á milli ríkisstjórna til hægri og vinstri að innan 3 ára þá verði þetta orðin 7.900 störf. Þetta jafngildir 500 störfum á Íslandi og það sjálfstætt markmið í þessari áætlunargerð að auka hlutfall opinberra starfa á landsbyggðinni og lækka það á höfuðborgarsvæðinu í Kaupmannahöfn.
og ég spyr eiginlega kannski þeirra spurningar, sko. Erum við bara nógu kjörkuð og nógu afgerandi í áætlanagerðinni? Eiginlega finnst mér sko bara þetta frábæri lokaorð í spjallborðinu og læt bara spurninguna Svavars hanga í loftinu, kannski tökum hana upp aftur þegar í almennu umræðunum. Þannig þið raunin að tala kannski sama og Þórleifur kom inn á með markmiðasetninguna og bara útfæra hana fyrir allt landið, útfæra hana. En tíminn, hann æðir áfram og ég ætla bara að segja þakka ykkur kærlega fyrir þáttökuna og ég bið ykkur að fara ekki langt því að eins og ég segi, við fáum tækifæri til þess að halda áfram umræðum að afloknum 2 frábærum erindum. Þannig mál með vexti að hann Ólafur Helgi Rögnvaldsson, hann með erindið að láta verkin tala og það hljómar alltaf vel. Ólafur hugbúnaðarsérfræðingur hjá 5 Degrees. Hann með rúmlega 20 ára samanlagða náms- og starfsreynslu úr hugbúnaðargeiranum en í dag forritari staðsettur á Akureyri í hugbúnaðarhúsi þar sem staðsetning starfsfólks aukaatriði. Og Ólafur sagði okkur einmitt þegar við hittumst örstuttu fyrir fundin að hann væri eins og iðnaðarmaðurinn sem ekki búinn að vinna verkin heima hjá sér, það aðeins bilun myndavélin hans. Við látum það okkur ekki á okkur fá hjá hugbúnaðarsérfræðingnum. Ólafur Helgi, gjörðu svo vel. Takk fyrir og takk fyrir að leyfa mér að vera með ykkur hérna í dag. Ég ætla að athuga hvort ég get ekki sett einhverjar glærur hérna í gang. Vonandi heyrið þið vel í mér og sjáið skjáa minn. En já, ég sem sagt hérna vinn hjá fyrirtæki sem heitir 5 Degrees og það hugbúnaðarfyrirtæki, hugbúnaðarhús sem framleiðir hugbúnað fyrir fjármálageirann. Við erum með 2 skrifstofur á Íslandi, í Kópavogi og á Akureyri. Meginþorri fólksins í Kópavogi en það nú töluvert fjöldi líka hérna á Akureyri. Og við erum líka með skrifstofur í Hollandi og í Portúgal og það svona yfirlýst markmið hjá fyrirtækinu að leyfa fólki að flakka á milli skrifstofa og sumir búa til dæmis utan við Akureyri en sækja vinnuna þá nokkra daga vikunar en geta þá líka unnið heima ef þau kjósa svo. Og svo líka starfsmenn sem eru staðsettir líka í Danmörku og Kanada. Og já, bara fólk hvatt til þess að sinna vinnunni sinni það sem þeim líður best. En mér langaði svona aðeins að leggja svona smá grunnaði sem ég ætlaði að segja það kannski ekki margir sem hafa kynnt sér hvernig hugbúnaðarhús starfa. Það mjög spennandi fyrirbæri. Ég ef ég svona hugsa tilbaka kannski einhvers staðar í kringum aldamótin þá þegar hugbúnaðarhús voru sett saman þá staðsetta fasta saman. Það voru stuttar boðleiðir á milli og það voru tölvupóstar sem gengu fram og tilbaka og menn voru að pikka í öxlina á hvorum öðrum og leysa vandamálin svona hlið við hlið. Á þessum tíma voru náttúrulega ekki sérstaklega góðar nettengingar og síðan þegar að menn stóðu upp þegar að vinnudegi var lokið þá voru menn bara búnir í vinninu og fóru heim. En þessi mynd sem ég setti þarna á glæruna tekin úr kvikmyndinni Office Space og hún gefur ábyggilega mjög ranga mynd af því hvernig hugbúnaðarhús voru sett saman á þessum tíma. Þetta svona ákveðið grín hana. En síðan ef við förum til dagsins í dag þá setti ég skrifstofur innan gæsalappa. Þetta náttúrulega margir sem eru sífældu flakki á milli skrifstofa og hóparnir eru mjög dreifðir. Það sem sagt, menn geta verið með samsett teymi sem eru samanstanda af einhverjum verkefnastjóra sem staðsettur í Kópavogi en svo einhverjir sem í hugbúnaðargerðinni forritararnir sem eru staðsettir á Akureyri og prófarinn getur verið á þriðju staðsetningunni en allir eru mjög vel tengdir saman og
Og með þessum nýju tólum og tækjum sem við notum við hugbúnað að gera það þá þetta raunverulega ekkert mál. Þetta bara, menn fá yfirsýn strax yfir allt hvað allir að gera og sjálfsögðu allar tengingar á milli starfsmanna mjög góðar og margir eru eins og Þorleifur kom inn á, það margir sem eru með vinnustöðu heima og taka kannski vinnudaginn þannig að þeir vinna einhverja tíma á skrifstofunni og fara svo í einhvern erindi og klára svo daginn kannski heima kvöldið. Og ég setti líka mynd af nýju höfuðstöðum Apple í Bandaríkjunum og að sama þessi mynd gefur líklega heldur ekki rétt að mynda á því hvernig hugbúnaðarhús í dag, en þetta samt mjög flott. En þá spurningin þá svona starf í hugbúnaðargerð, það þá kjörið starf óháð staðsetningu og það alveg greinilegt að því að eins og kom í ljós í COVID-faraldrinum að þegar þurfti að flytja allt starfsfólki í burtu að þá stóðu menn bara upp og skrifstofurnar tæmdust og menn héldu raunverulega bara áfram sinni vinnu heima. Og sama við notuðum bara þessi sömu tól og tæki sem við notum alltaf á skrifstofunni, notuðum þeim bara heima og við hittum svo bara á skjánum í fjarfundum og unnum saman þrátt fyrir að vera aðskilin. Og svo fyrir COVID að þá voru alltaf einhverjir starfsmenn sem unnu utan skrifstofunar og ég held að svo tala ég bara eftir að hækka eftir því sem á líður og þegar að þessi faraldur gengur yfir að þá held ég að það séu margir sem eru búin að átta sig á því að fyrst að þetta sé raunverulega þetta einfalt að þá muni ábyggilega vilja vinna eitthvað á heimavinnustofunni eða þá að jafnvel að fara sig á milli skrifstofa. En mér langaði aðeins að segja svona, kannski frá persónulegri reynslu að ég og kona mín sem sagt við fórum bæði í nám í Reykjavík og ákváðum síðan eftir það að flytjast til Akureyrar en ákváðum að byrja á því að flytja til Danmerkur í 2 ár og koma svo þaðan til Akureyrar og það var raunverulega mjög einfalt val fyrir okkur. Það voru svo sem miklu fleiri tækifæri hvað vinnu varðar í Reykjavík og höfuðborgarsvæðinu en við létum bara slag standa og sjáum alls ekki eftir því og það svona þegar ég horfi kringum mig og þessi sem að vinna í hugbúnaðargeiranum svona tengjast einhverju leyti margir hverjir eða mörg hver einhvers staðar svæðinu sem við búum á. Ég hef stundum talað að foreldrar og tengdaforeldrar hafa mikið aðdráttarafl. En svo bara spurning hvernig menn vilja eyða restina af deginu þegar vinnu lýkur. Það hvort þau vilja stytta skuttlið og kannski bara sleppa því alveg og svo ef menn fara í góðan og sanngjarnan samanburð á því hvaða þjónusta og afþreying í boði á þeim stöðum sem að standa til boða, þá kemur það oft skemmtilega óvart að höfuðborgarsvæðið kannski ekkert endilega með yfirhöndina þar. Ég veit að til dæmis í okkar tilfelli að þá lítum við svo á að það væri kannski bara einfaldara fyrir okkur að sinna okkar að nálgast þjónustu og sinna okkar afþreyingu hér heldur en á höfuðborgarsvæðinu. Og svo heyri ég af ansi mörgum sem að svona eða vantar einhverja góða ástæðu til þess að standa upp og drífa sig af stað að þá eru svolítið margir sem eru fastir í einhverju litlu eða óheppilegu húsnæði, fjölskyldan kannski að stækka og þau gætu þannig sér komið sér draumeignina sína með því að flytja sig bara aðeins fjær höfuðborgarsvæðinu. Og síðan það hvort að menn getu sett sig við það að eiga bara einn bíl eða kannski engan bíl ef þau eru að fara stuttari vegalengdir. Þannig að þetta eru allt svona punktar sem að skjótast oft upp í kollina fólki sem er að velta þessu fyrir sér. En svo eru nokkrir punktar sem að hafa nú svo sem komið fram áður líka á málþinginu. En ég var sem sagt í teymi sem að sinnti uppsetningum af hugbúnaði víða Evrópu, fyrst þegar ég flutti til Akureyrar og þá
þá var ekki hægt að fljúga beint til Keflavíkur og það var ekkert millilandaflug beint frá Akureyri til Evrópu og þá yfirleitt endaði þetta í því að kannski ferð sem átti kannski bara að taka 3 daga, hún þurfti að taka 5 daga. Það er fyrstu stund að taka síðustu vél frá Akureyri til þess að komast til Reykjavíkur, svo þetta bara að fara snemma út á flugvöll í Keflavík, taka þar flug kannski til Danmerkur og svo aftur áframandi flug til Álaborgar sem dæmi og þá var maður komin svona upp úr hádegi eða seinnipartinn á áfangastað. En það væri held ég gríðarlega góður kostur ef að það væri hægt að klára morgunmatinn og hoppa beint upp í vél og vera komin svo á áfangastað nokkrum klukkutíma seinna beint frá Akureyri. En svo var ég líka með punktum að hvort það væri til nægt framboð á þessu svæði fyrir á heppilegu skrifstofuhúsnæði og ég held að hún Laufey hafi svarað þeirri spurningu mjög vel með þessu fína korti sem hún sýndi okkur áðan. Ég held að það þarf að fara að kynna sér það betur. En síðan er náttúrulega annar punktur að þegar menn eru svona, þegar það er svona auðvelt að komast í vinnuna, þá náttúrulega verður menn að hafa sína því skilning að vinnudeginum er lokið á einhverjum ákveðnum tímapunkti og þá verður maður að passa sig á því að láta ekki einhver skilaboð eða tölvupóst trufla friðinn á heimilinu og ég held líka það sem menn voru að tala áðan að hvað þarf til þess að til þess að flytja störf og þá held ég að sé líka mjög mikilvægt að vinnuveitendur og þessi stjórnendur stofnana sýnir skilning að þú getur unnið verkin annars staðar, þú þarft ekki að vera mættur á einhvern ákveðnum vinnustað til þess að lesa þau á hendi. En já, mér langaði svo bara að segja að lokum að eins og staðan er í dag að þá eru störf í hugbúnaðargeiranum mörg óháð staðsetningu og við erum að færa störf, við erum að færa fólk á milli skrifstofa og á þess að það sé nokkuð vandamál. Svo er líka náttúrulega allir þessi hópvinnslutól sem við erum að nota og ég myndi mér að aðrir í öðrum geirum eru þá með svipuð tól sem að gera það að þú getur staðið upp og unnið annar staðar. Og til þess að leysa þessi verkefni sem okkur eru falin að þá þurfum við ekki að vera staðsettur í sérstökum stað. Og já, því langar maður bara að segja að láta verkin tala og þakka fyrir mig. Þakka þér, Ólafur Helgi. Við erum aðeins að vera á eftir í dagskránni svo ég ætla bara að svífa beint yfir í síðasta erindið. Það flytur Bryndís Björnsdóttir, hún er sérfræðingur hjá Matís og Bryndís fer fyrir stefnumótunar og tengslaráði, hóp sem vinnur í nánu samstarfi við hina ýmsu hagaðila fyrirtækisins að því að móta rannsókna og þjónustuverkefni. En hlutfall starfsfólks Matís sem starfar á landsbyggðunum fer vaxandi. Gjörðu svo vel, Bryndís. Takk hérlega fyrir. Nú ætla ég að deila með ykkur skjánum. Komið upp. Komið. Flott. Bara kærar þakkir fyrir að bjóða mér og sérstaklega fyrir að skipuleggja þessa fínu málstofu af því að þetta er mjög þarft og málefni og einmitt eitthvað sem að ég held að flestir sé að velta fyrir sér þessa dagana. En ég vinn sem sagt hjá Matís sem er opinbert hlutafélag og ég ætla aðeins að segja ykkur frá okkur. Við vorum sem sagt fyrirtæki sem var stofnað fyrir 14 árum og við höfum það hlutverk að stunda rannsóknir og nýsköpun á matvælum og í þágu atvinnulífsins og við sinnum líka ýmsum rannsóknum í að skapa verðmæti og í nýsköpun og lífauðlindum og svo erum við til staðar til að styðja við stjórnvöld í að tryggja öryggi og heilnæmi matvæla. En stærstu hluti starfseminnar er sem sagt rannsóknir og nýsköpun sem eru ætlað að skapa verðmæti og skapa ný störf allt land. Og hjá Matís vinnur frábær hópur af starfsfólki og stór hluti af starfsfólkinu er mjög sérhæft á sínu sviði og við höfum höfuðstöðvar í Reykjavík en erum svo með starfsstöðvar dreifðar landið.
Og sem sagt stærsti hluti starfseminnar þessi stuðningur við matvælaframleiðendur og matvælavinnslur og við erum að þjónusta þau með ýmiss konar mælingum og hins vegar með því að vinna með þeim í rannsókna- og nýsköpunarverkefnum. Þetta er svona stór samvinnuverkefni með fjölbreyttum hópum og þeir eru dreifðir allt land og þeir eru líka fyrir utan landsteinana. Og eins og þú komst inn á þá höfum við verið í þeirri vegferð að styrkja enn frekar þá starfsemi fyrirtækisins sem út á landsbyggðinni. Og markmiðið með því að efla þá starfsemi sem okkur ætlað að styðja við samkvæmt lögum. Og einn hluti af þeirri vegferð einfaldlega að auka hlutfall starfsmanna sem að starfa utan höfuðborgarinnar. Við höfum ekki verið að færa störf, en við erum að auglýsa störf í auknum mæli út á landsbyggðinni. Og enn sem komið þá eru allir starfsmenn fyrirtækisins með skilgreint aðsetur á einni af starfsstöðunum. Við höfum náttúrulega bara eins og allir aðrir pakkað öllu og farið heim og ég alveg sammála því, það tók ekki meira en hálfan dag, einn dag að koma öllum heim og bara allt í gang. Það sem að flækir málið svo starfsemi sem að verður að vera á einhverju staðstöð þar sem flókin tækjabúnaður eða rannsóknaraðstaða. En svona ótrúlega hvað hefur verið hægt að bregðast hratt og vel við og halda upp í starfsemi. Við erum núna 99 starfsmenn, þar af eru 9 á landsbyggðinni og í fyrra þá bættust við 2 á Akureyri og 1 í Neskaupstað og á móti var einhver fækkun í Reykjavík. En með þessu sem við erum að vinna, með því að dreifa betur úr starfseminu allt land, þá erum við einfaldlega bara að færa hana nær viðskiptavinum okkar og hagsmunaaðilum. Af því að frumframleiðslan og matvælaframleiðslan alltaf fer fram allt land. Þannig að þetta einfaldlega á að bæta starfsemina og þjónustu fyrirtækisins. Og samhliða þessu þá hefur verið að vinna að því að greina svona þarfir þessara mismunandi landsvæða og þetta allt gert í samtali við samstarfsaðilana og hagaðila. Því það hefur sýnt sig að reynslu okkar að það þarf að vanda rosa vel við að byggja upp þessar starfsstöðvar og það hefur verið algjört lykilatriði að gera það í góðu samtali og samstarfi við nærumhverfið. Og hver starfsstöð hefur sem sagt núna ákveðnar áherslur sem endurspegla þarfir nærumhverfisins sem hún þjónustar, eins og á Norðurlandi þar sem að áherslan á vinnslutækni og líftækni í matvælavinnslu. Þá einkum fyrir bolfisk og landbúnaðarvörur og svo á Austurlandi það aðalega þá uppsjávarfiskurinn og uppsjávarvinnslan. En hvað þá með störf algjörlega óháð staðsetningu, af því ég var að tala eflingu starfsstöðva og fjölgun starfa á landsbyggðinni, en enn sem komið eru allir starfsmenn með skráðir á tiltekna starfsstöð. Og eins og við erum að tala að þá hefur síðastliðið ár algjörlega umbylt held ég afstöðu okkar og hugmyndum staðsetningu starfsmanna og við sjáum fram á miklu meiri sveigjanleika en áður. Og það er alltaf ákveðin störf eins og ég nefndi sem eru bundin staðsetningu, þessi sem krefjast flókins tækjabúnaðar eða dýrar aðstöðu. En mikið af sérfræðistörfunum sem við vinnum og það tölvurhópur af starfsmönnum Matís sem að vinnur alfarið við tölvu alla daga. Á auðvelt með að vinna hvar sem og það hefur bara sýnt sig mjög vel. En svona þegar maður tala kannski þannig að það ekki vandamálið myndi ég segja að starfa óháð staðsetningu fyrir starfsmenn sem að þekkja vel til, búið að þjálfa upp í starfi og eru vel tengdir samstarfsaðilunum og það þarf alltaf þessa dýnamík, það hefur gengið rosa vel hjá okkur. Það sem búið að koma, það traust til staðar og skilningur og þessi dýnamík, bara þessi kemistría sem þarf að vera. En að því að við erum að tala það þarf að vera mælikvarðar og mælikvarðin fyrir störf óháð staðsetningu á að vera 5% í lok árs fyrir auglýst störf. Og að því að við höfum líka bent á það sem erfitt, að það kannski það sem við höfum séð að sé erfitt. Að auglýsa störf óháð staðsetningu, það er það sem krefjast einhverja svona undirbúnings og frekari vinnu af okkar hálfu til þess að það verði vel. Því að kröfurnar til starfsmanna sem eru svona einyrkjar eins og við erum með 1 starfsmann á Ísafirði,
hann þarf að vera fulltrúi alls fyrirtækisins, hann þarf að þekkja alla starfsemi fyrirtækisins með mjög flókin. Hann þarf líka að vera í tengslu við alla atvinnugreinarnar á svæðinu og þannig að þetta það svona það sem áskorunin sem við þurfum bara að finna einhverja lausnir fyrir, af því að mælikvarðinn fjöldi auglýstra starfa. Og bara að lokum að þá einmitt þessi samstarfsvettvangar held ég alveg frábær lausn til þess að hjálpa til við þessa dýnamík. Það allir orðnir rosa þreyttir á því að vera heima og sjá ekki alvöru fólk og alvöru andlit og allt það. Og við erum einmitt að flytja til dæmis starfsstöðuna okkar í Neskaupstað í Mólan samvinnuhús bara í næsta mánuði. Það er mjög mikilvæg hluti held ég að því að halda uppi þessari dýnamík sem nauðsynleg. Og það var ekki meira held ég sem ég vildi segja. Takk. Kæra þakkir Bryndís fyrir þetta síðasta og frábæra erindi. Við ætluðum að hafa rýmri tíma fyrir almennar umræður, þannig að í staðinn fyrir að nota tíma í að tala það, þá opna ég mælendaskrá. Þið megið gjarnan gefa með merkjum að þið viljið taka til máls bara með því að velja raise hand þarna niðri. Nei, þið veljið participants og þar neðarlega stendur raise hand. Og Skúli Gautason, hann hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Skúli. Já, takk fyrir þetta. Ég vinn hjá Vestfjarðastofu og það mjög mikið, við notum mjög mikið fjarvinnslu og þessi, það hefur verið rætt svolítið á chatinu félagslega þáttinn og ég held að hann sé nefnilega svo mikilvægur í þessu því að það verður að skipta honum upp í kannski 3-4 búta. Það er spjallið við kaffivélina. Þar geta komið til þessi þróunarsetur eða samstarfsvettvangar eða samvinnuhús eða skrifstofuklasar eða hvaða orð við viljum nota. Þar mjög gott að það sé svona fjölbreytileg starfsemi og sameiginlegir kaffitímar, algjörlega nauðsynlegir. Og þar fær maður bara þetta mannlega samneyti. Svo það, við getum kallað það rafrænir spjalltímar innan fyrirtækisins. Til þess að skerpa á liðsandanum innan fyrirtækisins og tækifæri til að ræða málin í spjalli, ekki á formlegum fundi, heldur bara að það gerir svo margt í spjallinu. Og svo það eitt þáttur viðbót sem verður ekki leyst í með fjarvinnslu. Það eru þessi, við getum kallað að vera í réttu partíunum, fyrir þá sem eru kannski verkefnabaseraðir, Þá, ef við gleymum kófinu eitt augnablik, þá það fyrir ákveðna tegund starfa nauðsynlegt að fara og hitta fólk nokkrum sinnum á ári og fara í réttu partíun og minna maður sér til og landa nýjum verkefnum. Algjörlega. Það verður ekki gert, en ég held að þessi félagslegi þáttur sé ein stærsta hindrun og má ekki vanmeta hana. Það voru einmitt góðir punktar sem komu fram í spjallinu. Kæra þakki fyrir þetta Skúli, þetta svo hárrétt og hafði verið minnst á þessa anga og mikilvægi þess þá einmitt að byggja upp þessa það var örugglega Reinhard sem talaði þessa vinnustaðaklasa þar sem að fólk sem vinnur á ólíkum verkefnum og í ólíkum störfum ásamt sinn vinnustað og nærir þessi félagslegu tengsl. En orðið laust. Og Eyjólfur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Ég held ég verð að koma inn og verja næstu kynslóð í ljósi ummælina frá Skúla. Ég held að í stuttu máli að þá ofmetum við öll félagslega þáttinn að því að við erum að koma úr umhverfi þar sem hann var svo mikilvægur. Sú kynslóð sem að fara að taka við vinnustöðunum og að fara að koma inn á vinnustöðina, hún svo vön því að vera í margvíslegum félagslegum netsamfélögum á hverjum einum tíma
að partíin sem Skúli talar að séu nauðsynleg til að fara og finna næsta verkefni, það gæti þess vegna verið LAN-partí eða það gæti verið einhver Zoom-hittingur eða einhver svoleiðis sem að einhverju stýrir aðgengi að þá og þá þarf bara að þekkja rétta fólkið og það virkar þannig. Þannig að þetta eitthvað sem er virkilega að þvælast fyrir okkur. Ég minni líka á að kaffistofusspjalli getur líka verið neikvætt. Þar getur myndað neikvæðu klasana og það getur myndað þessa hópa sem að í raun og veru erfitt getur verið að glíma við þegar þeir reyna að byggja upp tiltekna vinnustaðmenningu. Þannig að þessi mannlegi félagsþáttur sem við erum svo vön og við erum alin upp í, hann að gjörbreytast. Fyrsta spurning sem ég var, drekkur þessi kynslóð kaffi? Þannig að við þurfum svolítið að bara hugsa þetta út frá þeim eða réttara sagt fá þau inn í umræðuna. Og þá vil ég vekja athygli á þrennu sem ég held að sé rosalega mikilvægt fyrir þennan fund sem hér til að fara út með. Í fyrsta lagi þetta sem kom fram með tengdaforeldrina, það að segja félagslega stuðningskerfið skiptir gríðarlega miklu máli í íslensku vinnumarkaði. Verkefnið að finna vinnu fyrir makan ekki bara verkefni landsbyggðarinnar, það verkefni Íslands. Við erum að fá erlendar sérfræðinga til okkar og það skiptir ekki máli hvar landinu hvort það höfuðborgarsvæði ekki. Það þýðir einfaldlega að við þurfum að vera með fjölbreytt, öflugt, nútímavætt samfélag. Og þriðji punkturinn sem að mig langar að vekja sérstaka athygli á að því að hér eru að tala landsbundna tengda dreifingu starfa við getum ekki ætlast til þess að störfum sé dreift að hálfu hins opinbera. Við getum ætlast til þess að við búum á samfélag þar sem fólk vill búa í. Fólk vill koma og vill leita sér starfa eins og títillinn segir, fólk flytur störf. Þannig að ef það kemur ákall frá fólkinu sem starfar innan opinberra stofnana, ég vil flytja norður, ég vil komast á skíði strax eftir vinnu eins og ég ætla að gera á eftir, þá fer eitthvað að gerast. Þannig að treystum ekki of á það gamla, treystum ekki of á hið opinbera, reynum að gera eitthvað. Takk. Takk Eyjólfur. Þú hefur gott lag á að hjálpa okkur öllum að sjá hlutina í víðara samhengi. Nú klukkan 2:02 og ég held að við lokum mælendaskrá að þessu sinni. Ég held raunar að það geti verið gaman að vera hér bara vikulega og tala bara þetta einstaka umræðuefni. Við erum langt í frá komin til botns í því. Í geðræktar dagatali Geðhjálpar í morgun stóð þakkaðu fyrir daginn að kvöldi. Og ég að hugsa að taka forskot á sæluna og þakka fyrir daginn bara ekki seinni núna. Það auðvitað mjög mikils virði að fá að taka þátt í viðburði eins og þessum, þar sem svona margt fólk kemur saman. Við vorum hér á annað 100 manns, án staðsetningar, miðla reynslu og hugmyndum og upplifir enn einu sinni að maður manns gaman, hvort sem á skjánum eða augliti til auglitis. Mér langar til þess að þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna. Sérstaklega vil ég þakka öllum þeim sem að undirbjuggu erindi og miðluðu af reynslu sinni í dag. Líka ykkur sem voru öflugu í spjallboxinu. Og það heldur ekki á vegi að þakka þeim Rebekku, Kristínu, Jóni Þór, Þórni og Baldvini sem að skipluðu viðburðinn og sáum allan undirbúning. Ég minni að lokum á upptökuna af málþinginu á ssne.is og akureyri.is og ég segi þessu málþingi slitið. Takk fyrir komuna.